Já, komiði heil og sæl, Birgir Kall, þáttunúmer 228 af Chess Dark hefur hafið göngu sína og kannski rétt áður við komum að okkur að kjötinu, þá er betra að nefna kalda. Já, við erum í kalda stúdíónu. Stúdíó kaldi og þú getur ekki spáð fyrir veðrið, eldgos eða næstu ákvörðun forseta Bandaríkjanna, en þú veist að kaldi klikkar aldrei. Hárrétt. En gestur kvöldsins er Brynjar Karl Sigurðsson, knattleiks þjálfari Aþenu og líklega athyglisverðasti þjálfari landsins að minnsta kosti okkar mati. Já, ég held að ég myndi frekar döðuleiki heldur en að fá einhvern körfuboltaþjálfara í setti sko, en hér er hann. Ertu hjartanlega velkominn? Takk. Hvernig ertu? Ég er alls konar. Já. Ertu ekkert stressaður að mæta í svona podcast-viðtal? Fyrsta viðtalið. Oh my god. Nei. Ég meina, þetta er bara þín málpípa. Já, þetta er mitt málgagn. Já. Þetta er, þarna keyri ég mína pólitík. Alltaf sama, tuggan. Já. Sko, ég veit ekki, áður förum í fréttivikunar, alls konar, hvað ferst í því? Sko, það er bara margt gott að gerast og það er margt áhugavert að gerast og svo er margt leiðilegt að gerast en það leiðilega er áhugaverðast. Ég er í svona, ég er svona það sem að menn kalla svona mixed emotions. Já. Ég get alveg bara, þetta er bara buffet af geðshræringum á borðinu mínu. Já. Má kannski nefna það, við erum ekki einir í kvöld. Nei, ég ætla að mynda að koma með það. Það er verið að taka upp hérna. Já, heimildamyndum okkur. Já, heimildamyndum Brynjar og hérna hún kemur út eitt góða við þetta. Aþenu, já. Okay. Aþenu, já. Hvenær kemur hún út? Þegar komin endir. Sæll. Já, dempa okkur í fréttivikunar. Sko, já, vindum okkur í þetta. Mikið hefur verið rætt woke í þessari viku. Það verðist verið deglinni Sólveig Anna fór á kostum í samstöðinni í flottri ræðu. Já. Brynjar var ánægð með hana. Já, svo gott viðtal í bítur í morgun þar sem Tóti fór úr einni pælingu og mætti Örnu Magneu, leikkonu og aktivista. Fyrsta spurning til þín, Brynjar, er wokeið dautt eður ei? Ég var að koma úr samstöðinni. Okay. Já. Það sem ég var að ræða wokeið. Já, ok, geggjað, kemur heitur. Þú ert heitur, já. Já, ég er alveg sjóð heitur. Ég kom með smá twist á þetta. Ok. Og wokeið, sko ég er woke. Fattiði? Já. Þú veist. Og ef að skilgreiningin er hvað er að vera woke? Já, sko það er bara að vera vakandi og meðvitaður fyrir svona social justice, það sem við tala um. Og ég var einmitt að ræða það við þau, sko, að hérna, Jesú er þar. Ok. Þú veist, og við erum allir á þeim vagni, Jesú vagninum, ekki? JC, jú. Já. Ég er nú ekki fermdur. Ekki heldur. Nei. En Team JC. Já, og ég var einhvern veginn bara að tala um það, sko, að þú veist, menn er að tala um anti-woke og allt þetta dót, sko, og ég var svona færar rauk fyrir því, sko, að þetta er eiginlega rándnefni, sko, að vera anti-woke. Þetta er eiginlega woke rán. Skilur, þetta er búið að fram með woke rán og það er verið að hrifsa það tilbaka núna. Já, svo var ég með þess að hugsa um þetta ég kom út, sko, ég ætla að coina þetta á sko, global stage líka og þar myndi ég kalla þetta sko, woke-jacking. Ok. Fattu hvað er það? Já, og það er bara einfallega þannig að sko, að því að mér finnst þetta svona svipu pæling, sko, að því að við setjum Jesú og woke á sama stað þá er það einfallega þannig að það getur enginn sagt að Jesú hafi verið einhver punk, sko. Það er allir sammála um það Jesú er maðurinn. Ég bara aldrei heyrt einhvern segja að Jesú var ekki maðurinn. Hann var glataður gæi, sko. Og hérna, og svo er það sem sagt þannig að það mæta einhverju drullusokkar og svona weaponæsa það sem hann var að tala um, skilur, mannvirðing og jöfnuður og náunga kærleikur og öfgafull fyrirgefning og alls konar svona hlutir. Og hérna, og þegar þú tekur spiritið og siðferðið út úr Jesú, alveg þú tekur siðferðið og spiritið út úr woke og replacear það með pólitík, þá ertu komin on the dark side, sko. Okay. Bara leiðu þetta að verið pólitík sem þú hendir þarna inn, að þá fer allt til helvítis og það er það sem að við erum að sjá í dag, þú veist, og þarna þú veist, þegar við erum að pæla í
fucked up kynjafræðingum, þú veist, og þeir eru alveg nokkrir, að þá eru þeir að keyra mjög harða pólitík. Skilji hvað að fara, þú veist, þá er verið að misnota þetta og menn hafa náttúrulega misnota kristnin alveg út í eitt og menn megi ekki sko blanda saman, þú veist, hvað vókið er og hvað Jesú er og hvernig það er síðan misnotað. Það fætti hvað að fara. En hvaðan kemur sko, bara afsakið fáfræði mína, þessi Jesú vinkill? Er hann eitthvað tengdur vók? Nei, mér finnst það bara svo gott dæmi. Já. Fattiði sko, því að við erum að tala um hérna sko, vók sem skilgreining og ég hef aldrei notað þetta mikið og þú veist, og svo náttúrulega bara byrja menn að kóina í raun og veru það sem er í gangi, þú veist, það er þessi pólitíski réttrúnaður sem við erum að fylgjast með og það sem enginn pólitíska réttrúnað í dag, þú veist, að því að við búum á Íslandi og það sem er búið að vera að gíra okkur upp í er í raun og veru svona þessi, þú veist, það var einhver að segja við mig, þetta var eitthvað svona marxískar pælingar, sko, það sem annarkvort ertu fórnalamb eða þú ert auðvaldið eða skilur, þú ert annarkvort þrællin eða þú ert hérna sá sem kerir þetta áfram og ég veit ekkert um það en það eina sem ég veit er bara til dæmis að það sem ég hef verið að lenda í mjög mikið og ef ég ætti raun og veru bara sko já, svona lýsa því einhvern veginn að þá er það sko, ég er að lenda í vókinu alveg hægri vinstri og það er bara vegna þess að ég neita að þjálfa stelpuna mínar og krakkana mína upp sem fórnalömb skilja hvað að vera, þetta er valdefling sem þetta gengur út á og ég meina ég er með sko dóttur minni í þessu og hún fær ekki að væla yfir því að vera í einhvers konar stöðu, sko ég meina hún er í ákveðinni forréttinda stöðu á mörgu leyti þó hún hafi verið í kynjafræði þá Þorsteini Vaffi vetur sko. Já. Þú veist og hann hendir bara á krakkana hérna ef þú ert sko svört transkona í hjólastól, þú veist eitthvað þá ert þú bara sko skilgreind með minnst og ef ég er hérna miðaldra kallmaður sem býr í Garðabænum og eitthvað svoleiðis en þú veist við þurfum að skoða þetta frá alls konar öðrum vinklum, þú veist, af því að það er fullt af fólki hérna úti sem að hérna sko er bara sko, því að alltaf þurfum að tala um jafnréttisbaráttu, þá erum alltaf að tala um sko, þú veist, viltu fá þessa útkomu, þú veist, að vera jöfn útkoma eða að vera jöfn tækifæri og einhver sem að fær, eins og til dæmis bara sem við erum að gera upp í Breiðholti, sko, við erum með krakkanum í Breiðholti og það gengur þetta allt út á það að gefa þeim rosalega tækifæri og þegar ég er búin að stilla upp sko besta umhverfi sem bara þekkist í Evrópu fyrir einhverja krakka upp í Breiðholti, þú veist, þá má alveg segja að einhverju leyti eru þau þá hérna í að njóta einhvers konar forréttinda að því ekkert af þessu réttindi skiljiði og þetta verður allt svo ruglað sko, veist, þannig að þetta er svona já og ég bara einhvern veginn sko, svo náttúrulega fattar maður það bara, það er alveg haugur af hérna illa valdeldu fólki þarna úti og þetta er alltaf eina svona verkfærið sem að mjög margir geta einhvern veginn gripið í sko, það er hérna þessi úrkynjaða vók stefna þá skiljiði sem að fólk alltaf bara að nýta sér í mjög svona ranga valdeflingu er það að fylgja mér? Já, þú ert þarna að koma með reglívar hugtak vók sem í dag er búið einmitt stilla fólki upp í þessar fylkingar sem þú nefnir og vopvaði á einhvern nátt og mér finnst það skemmtileg samlíking sem þú nefnir með Kristina sko að því í grunninn er það jú bara fyrirgefning og kærleikur sem verður að predika þar á meðan þetta fólk virðist oft já, það er alltaf þetta stilla fólki í fylkingar og gegn hvert öðru og það finnst mér svo já, ég hef ekki mikinn húmor fyrir því sko. Þetta er alveg eins og hún nefnir sko að það er kannski spurning hvort þetta sé bara já, ég held bara að Sólveig Anna hafi bara afgreitt vókir vógrán Nei, sko, hún náttúrulega afgreiði það ekkert sko, að því að málið er að veist, þetta er mannlegt eðli veist, þetta er ekki einhver hugmyndafræði veist, þetta er bara spænski rannsóknarétturinn þú veist bara allt sem að fólk hefur gert í nafni einhvers konar vóks bara í gegnum tíðina galdrabrennur og miðöldunum þú veist, þetta er bara já, og svo bara er þetta einfallega þannig núna við elskum að sjá
elskum að sjá fólk brenna skiljiði. Ég meina bara þegar hérna í frönsku byltingunni, þú veist, það var bara fólk bara klappandi þegar hérna hvað var að kalla hérna? Gapastokkurinn? Já, þegar gapastokkurinn fór niður, sko. Já. Það hefur alltaf verið þannig. Alltaf verið þannig. Menn eru alltaf byggður upp og síðan þeir eru búin að vera ákveðnum stalli ákveði lengi, þá er tilhneigingin að rífa niður. Já, það verið að byggja fólk upp svo að setja að taka það niður. Já, eins og við gerum við gestina. Flugvöldasýningin, já. Akkurat. Sko, svipuðu nótum, Snorri Másson hefur verið að tala fyrir því að kynjafræði sé pólitískt mál. Snorri var þar að gagnrýna framkvæmda áætlun í kynjajafnréttismálum fyrir árin 25 til 2028. Forseti sem var að borgarstjóri, biskup valkyrjurnar 3. Sko, hvar stöndum við þegar kemur að jafnrétti hér á Íslandi? Sko, ég held bara sé ekkert að stoppa neitt að gera neitt, sko. Eru jöfn tækifæri fyrir alla? Nei, það er ekki jöfn tækifæri fyrir alla, sko. En það er enginn að stoppa, sko, hvernig var orðað þetta, sko. Það er áhugavert að pæla í þessu. Sko, til dæmis núna er verið að stoppa mig til þess að, sko, ég er með kjallara þarna undir íþróttahúsinu í Austurbergi. Já. Lásum við það á Facebook-síðunum minni. Ég sáu það þarna í vídeónu. Já. Og ég er þar að lenda í áhugaverðu fyrirbæri, sko, sem er þannig að þegar ég kem inn í Austurberg hérna fyrir 3 árum síðan, það var svona ákveðið mafíósa hérna svona stönd í gangi til þess að svona confiscata húsið. Ég nefnir ekki að fara í það núna, það er bara samt mjög skemmtileg saga. Það hljómar mjög skemmtilega. Já, þetta er mjög, ok, ég veit það, ég er náttúrulega bara svo leiður á hugsunum mínum. Að hérna, ég er mjög fórhættir. Já, ég skal taka þá eftir, að ég get alveg bara haldið heilu sögu stundirnar hérna. Og hérna, ég sagði koni ég verið komin heim fyrir 2. Og svo var það semst þannig að hérna, við erum semst upp í Austurbergi og þegar að við þurfum að sko koma okkur inn að þá er rétturinn okkar megin. Við eigum að fara þarna með að við hverju við erum og hvað er í gangi og við erum að takast á einhverja pólitík og íþróttapólitíkin og þeir sem að sjá alls konar hluti í borginni, þeir virðast bara vera vanir að takast á við, hlýtur að vera bara fullt af duglausu fólki en þess að þetta er svo mikið amateur hour þegar þeir reyna að stoppa mann frá því að fara inn og ég er náttúrulega bara sjálfur úr Breiðholtinu og I don't take no for an answer. Nei. Og þegar þú bendir fólki mjög kurteisislega á það að það er algjörlega út að skýta að þá hérna eignastu fullt af óvinum og svona allt þetta þetta fólk verður svo móðgað sko því að þú segir bara þið eru ekki að vinna vinnun ykkar þú veist þetta stendst ekki hérna samanburðinu lið og eitthvað svona þá eignast einhverja svona óvildamenn svo gerist það hérna að það vil enginn hjálpa okkur í byrjun og svo byrjum við að ná fullt af árangri og í millitíðina þá tekum við maður hérna Eiríkur Björn Björgvinsson sem er hérna hjá Viðreisn og hann kemur inn og bara já auðvitað þið bara fáið þetta og við erum einhvern kjallar þetta er handónýtt og við með þess að hérna, gerum díl að því að Reykjavíkurborg eru svo miklu hassi fjárhagslega við bara borgum fullt af hlutum ég er að sponsa Reykjavíkurborg um 12 milljónur á ári sko, bara prívat og persónulega ég er bara spons fyrir hérna, ekki veitir af nei og hérna, svo fyrir við bara í þetta svo er hérna Eiríkur kosin á þing og einhverju gamli fílupókar mættir aftur til starfa og það er í samning við okkur sko að við eigum að hérna, fara í viðræðar þetta og eitthvað og við erum bara að byrja að vinna helligsi vinnu og hvílíka vinnu og hvílíki fjármunir búin að kaupa borð og stóla og eitthvað slags það bara mætir einhver gæi og bara tekur dílinn í gíslingu þetta er að geðveikasta sem ég hef upplifað og hver er rökin þá sem manni enginn, hann er ekki svarað nei. Og þannig er þetta alltaf þegar þú ert að díla við yfirvaldið að þegar eru komnir út í hotn þetta var alltaf verið, þetta var svona þegar við vorum að takast á við KKÍ þetta var svona þegar við vorum að takast á við hérna, IBR, þetta var svona þannig við vorum að takast á við ISI þetta er bara the oldest trick in the book stonewalling bara, það er bara trikkið og það er verið að stoppa mig en það er samt enginn að stoppa mig og hugafæri mitt er raunur bara þannig ég er ekkert of góður til þess að fá þetta í fangið þó þetta sé rosalega ósangjant og það er í raun og veru pointið mitt og það er það sem ég er að kenna stelpunum mínum sko að sko að því að þú segir sko hvernig standa jafnréttismál í dag
Sko, ég held að myndi ekki skipta neinu rosalega máli, það var einhvern svona blæbriðamunur á þessu, hvort ég væri kona eða kall, en við vorum að tala um hérna Gretu Maríu, sko, ég búin að þekka Gretu Maríu hérna hjá hérna, hvað heitir áttu fyrirtækið? Heimköp, nei Prís segi ég og hérna ég man eftir Gretu sko Bæði rétt svar, já. Já, þegar Greta var 8 ára gömul og við vorum strákarnir vorum 14-15 ára og hún labbaði bara inn í þvöguna hjá okkur þegar við vorum að skjóta körfuboltana og alltaf eiginlega bara henda okkur í burtu sko. Þú er unni fyrir hana. Já, það er ein valdeld kona. Það er ein valdeld kona og þetta er náttúrulega sem að ég sé í hérna Sólveig Önnu sko. Ég meina ég geti rétt ímyndað ykkur hreinsunareldin sem þessi kona er búin að fara í gegnum og bör sér frá hennar pólitísku skoðunum og allt þetta þá er þetta bara svo magnað og þeir sem að vilja meina það sko og svo er þetta aldrei áhugavert núna sko því að nú er einhverju svona kallar farnar að væla sko það veist, fullt af kjallum farnar að taka hérna taka tauminn sko og þeir eru svona eitthvað bara hvað er að gerast hérna sko já þú veist, og menn verðist ekki átt að segja því sko að jafnrétti gengur ekki út á eitthvað 50-50 sko ég segi við stelpuna mína sko þegar við erum í körfunni ég segi við það sko, ég vil ekkert að kallar konur fá að borga jafn mikið fyrir körfubolta ég vil bara konur fá að borga meira sko já, en það er raunhæft og að hverju, er það raunhæft, er það grínast ég bara spyr það er bara, þú veist, ég fengi réttu stelpunar já, þú veist og ég er alveg með nokkrar mjög góðar sko ég er bara með svo fáar og þær væru tilbúin að drekka smá Kool-Aid hérna í kvöldinu mínu þá bara ert að grínast það er allir að bíða eftir einhverju öðruvísi já. Þú veist, og ég er með fyrirmynd í þessum efnum sko, sem er hérna Ronda Rousey já. Svo ekki eftir henni jú. Já, hún bara mætti og hérna Dana White sagði bara þeir spurði bara hérna, hvenær fá konur að keppa hann sagði bara aldrei, svo bara hún mætt og svo hún bara badass og verður stæðsta númerið þetta er ekkert mál ástæðan fyrir spyrkvort sér raun eftir að við vorum í Karolínu Leos setti þrennu bæði við landsleiknum á hann einn okkar efnilegasta skák fótboltakona líka góði skák hef ég heyrt hún talaði sko að kærastinn hennar var í þýsku 3. eða 4. deildinni og hún var að spila í Bayern München og hann var með hærri laun en hún sko þannig að þess vegna spyr ég mig sko hvort það sé raun auðvitað körfubolti önnur íþrótt en þetta er alveg sama dæmið en sko það er rosalegt tækifæri sko hérna kvennamegin en eins og ég sé þetta ég er að opna mig dálítið hérna með alls konar hluti sko ég ætla að vera mega unpolitically correct í dag ok, ánægð með það sko stelpuna verða að vera svarhafar í þessum aðstæðum svolítið sjálfar þú veist í gamla daga þá var ég búin að pæla svo mikið í þessu þú veist í gamla daga var þetta þannig að sko það þurfti alltaf að fækka fötum sko til að fá einhverja leiki og eitthvað svona eða verið í einhverju þröng og eitthvað svona kjaftaði selja eitthvað annað en íþróttina já, selja eitthvað annað en íþróttina sko en sko málið bara er það og ég tók svona smá sko að því að dóttir mín er að verða 18 ára eftir 2 vikur og ég er alltaf búin að segja við hann að þú verður 18 ára gömul þá er ég komin út úr þessu gender equality mess öllu saman það er ekki cool að sé hérna pappi fullorðinnar konu að hérna leiða barátuna hennar bara stelpur bara hérna bara gamli hérna alltaf bara eitthvað girl power eins og ég hef ekkert betra að gera en hérna hún sem sagt sko já og í öllu þessu sko þessari 10 ára baráttu þá voru þetta svona 3 stór mælsón sem ég sá alltaf fyrir mér að ég fór á stað með 10 ára verkefni og fyrsta verkefni var í raun og veru bara að búa til umhverfi fyrir stelpunnar það er hvað að fara, þú veist, æfingatímarnir og allt þetta og það er allt saman rosalega svona batna á eitthvað. Númer 2 og við fórum svolítið í það, talandi hérna MeToo-byltingun og allt þetta, ég var að setja hérna bara status á Facebook hérna áður en ég rétt kom til ykkar þú tjekkaðu í tölvun hérna ég ætla að blanda meira inn í vókið og coina þetta hérna, hvað heitir þetta? Hérna, Vogue-grán Já, Vogue-grán Ég á þetta quote Hvernig var það á ensku? Hérna Vogue-jacking Hann Vogue-jackaði hérna Já, hann Vogue-jackaði þetta sko Já, og sem sagt, númer 2 var þetta allt þetta sexual harassment og já, svona meira það þú veist, ég hef aldrei beint talað við einhverja stelpur sem hefur lent í nauðgun skilur inn í hreyfingunni það hafa verið sko gæjar sem hafa íþróttamenn sem hafa nauðgað og verið dæmdir og eitthvað svoleiðis
og það sem ég fannst bara áhugavert var það að stelpurnar það er svo mikið að lúsirum og aumingjum sem þjálfa stelpumein það eitthvað að minnka núna sko, en var sérstaklega þannig, þetta eru svona gæjar sem að fengu enga virðingu strákamein og fóru þá stelpumein og stelpurnar bara einhvern veginn þú veist, eitthvað húsbóndahollar og illa vald eldar og bara einhvern veginn þú veist, bara þegar hann labbaði inn í ból sem stóð og eitthvað hérna coach Jón að þá voru þær bara ok og hérna og þorði ekki að segja neitt þegar viðkomandi var óviðeigandi að því viðkomandi gerði eitthvað og svo voru dómarar sem voru að harassa stelpurnar og svo voru einhverjir landsliðsþjálfarar og stjórnamenn og alls konar svona djöfis kjaftaði og mikið af því dóti var einhvern veginn svona, ég horfið svolítið á dóttir minna og ég segi bara svona glætan og þú klárir sko mest af þessu sjálf þú veist, og það endur með því að sparki pungin á okkurum sko þú veist, þá ferð þú bara þangað þú bara klára málið, ef þetta einhver í valdastöðu eitthvað svo leiðis þú veist, þá það bara geggjað þá förum við bara þangað og aftur, þú veist, þú ert ekkert og góð fyrir það að þurfa að taka einhverja baráttu því að allt sem að þú kallar forréttindi í dag er eitthvað sem einhver hefur þurft að berjast fyrir og ég alltaf að segja við sko, þegar ég að peppa fólk í byltinguna, þá ég alltaf að segja við fólk sko, að því að það fullt af fólk sem vorkennir sér að þurfa að taka slaginn ég vorkenn einhverjum að taka slaginn vegna þess að ef hann að taka einhvern slag sem skiptir einhverju máli þá eykst svona virði hann svo mikið og hann fer að skipta máli á einhvern hátt sem bara you can't put a dollar price as a man worth og bara allt það og þannig að það var svona ákveðin hlutur og svo var það síðasti parturinn í þessu og ég hef svona aðeins verið að keyra inn í hann og hann tengist aldrei því hvernig ég sé það að stelpur getur auki virði sitt og það er hérna það er að losa sig svolítið við bleiku slikjuna bleika slikjan er fyrirbæri sem að hérna Magga Pála í hjallastefninni útskýrið fyrir mér sem er einhvern veginn þannig að sko stelpur öskra ekki almennilega með einhverjum svona píkuskræki og það er verið að kenna stelpurum í hjallastefnu alltaf þegar ég fara að skoða þarna að öskra og þeir eru skotboltaðir og dúndra í hausinn og koranari og hjallastefnan þegar hún horfði hérna á Hækkum Ranna á sín tíma að þau tengdu svo við það sem ég var að gera af því að ég er að víkka þetta svona emotional spektrum hjá stelpónu sem eru bara þannig að þú ætlar að geta verið svarhæfið því sem þú ert að gera þá þarf þetta að hafa allt spektrumið og hafa vald á öllu spektruminu þú þarft að geta, bara ef þú þarft að vera grjóthörð og ákveðin og berjast þú veist, þá ertu þjálfuð í því og svo þú þarft að vera alveg bara dúnamjúk og ljúf og góð og keri og allt þetta þú veist, og þá ertu það og stelpunar er alltaf þar og hérna og þegar að því að mér finnst oft svo leiðilegt hvað eru flatar fattu ég hvað að fara? Nei, flatar bara stelpunar geta verið svo flatar í viðtölum og þú eru ekki að segja neitt og það er allt ég veist nú margir kallar að vera þannig líka en það er samt já, og svo það er nefnilega mjög góðum punktur bleikjuslikjuna, það er þeim kent að vera penar og svona, gamla tíðin já, og hérna og svo svo fyndi sko að þegar ég fer í þessar pælingar sko að þá er fullt af fólki sem segir bara svona já og það er hérna rugglaði félagsfræðingur sem vill aldrei hitta mig vitið hvað hann er? Ég er með segmentum hann Víðir Halldórsson já. Og hann hann sem sagt sko kom einhvern tíma fram og sagði bara sko gildin í kvenna íþróttanum eru bara einhverju allt önnur sko þú veist og það er ekki kyni sem ákveði gildin heldur eðli leiksins þú lappar ekki inn í hnefalega með einhver kvenleg gildi og lætur bara bombaði í grímuna hérna skilur það því að þú veist þú skilur ekki hvað að fara þetta er svo mikið bullshit og þá einhvern veginn alltaf að þú veist að þá bara breyta leiknum bara þegar við erum með einhverja stelpur þú veist þetta er bara svo ég ætti bara að koma inn með einhver önnur gildi ég fyrir að vinna á leikskóla með börnum þú veist ég myndi bara finna bestu konuna og bara sjá hvað hún er svolítið að gera og minna stelpurna verða alltaf með kannski svona aðeins annan blæ og annars svona, hvað segir maður svona touch í því sem er að gera já. En ég meina, það er enginn að fara að mæta okkur körfuboltaleik til að horfa á okkur önnur gildi heldur bara rosa mikla ákveðni skilur þú vilt vera moved sko, þú vilt trúa því að það sé einhverjarna sem er tilbúin að selja sig sko dýrt til þess að bara ná árangri Já, íþrótti snúast bara það að gefa sig allan í hlutina og vilja. Ég hef aldrei talað svona hrætt í podcast áður Nei, þú ert að standa það sé að hittna þessi hamsi Já, ég nefnilega sko, ég er að ímynda með það þetta sé síðasta podcasti sem ég nokk til hann tek að ég hlýt að vera komin ég er búin að taka hringin sko En þú ert En þið veitir hvað ég gerði sko ég er farin að segja ég sé sósialisti og feministi og alls konar hluti bara til þess að sko
sko, podcastin þeim megin fara kannski að bjóða mér svona, mættur á samstöðuna það virkaði greinlega. já, svona úlfur í sauðagerði mættur hinga líka ég elska hérna samstöðuna já, það er, ég hægri menn alltaf að hraunni við samstöðuna og ég hef oft tekið upp hanska fyrir mínu manni Gunnar Smára, mér er samstöðin vera geðvegt Þegar menn tala stundum að vinstri menn fara illa með fjármuni en hvað er að reka upplutt batteri þarna með fjármuni sem þeir hafa milli handana þá er það bara all svakalega vel og ég elska Gunnar sko. Já. Þú veist, þetta er bara þú veist, og ég meni ég hitt hann á hann þegar ég var að labba hann út og hann er alltaf að hreyti í mig montustu með þér í heimi og eitthvað svona og ég er bara svo ógeðslega gott að því að þú veist, hitta svona hrút eins og hann og svo þegar ég fór í 4 klukkutíma podcast hjá honum Varst að koma það núna? Nei, þetta fyrir einhverju síðan honum fannst ég svo skemmtilegur sko að hann bara gleymdi sér og hann var eitthvað að reyna að sita mig í einhver hólf sko. Já. Þú veist, ég veit alveg hvað hann var að hugsa sko, hann hugsaði bara hann hugsaði eins og hægri maður en hagaði sér eins og bara Che Guevara, bara mesti sósíalisti í heimi sko til að slúta fréttum vikunar Gunnar Smári geti alveg verið skákmaður sko. hann er í 5D skák sko Leifur tala kynjafræði á hann hefur trú á kynjafræði, á að kenna kynjafræði? Já sko, málið er bara það sem ég vist grillaði í þessu sko, af því að þetta er orðið svo mikið pólitík ég er til dæmis kristinn maður sko, ég vil ekki að setja kent kristinfræði og krossar upp allavega ekki í opinberum byggingum og svona veist, mér finnst það bara rangt og það er ekki vegna þess að mér finnst pælingarna ranga ég bara treyst ekki fólki til þess að bera út boðskapinn sko og bera þetta út og allt þetta en að ég þú veist, bara út með kristinfræðina, út með kynjafræðina og ef þú ætlar að vera sko, og það er ekki verið að kynjafræðin sé ekki góð þú veist, ég er mikið áhuga á þessu ég bara málið er, ég fekk gögnin, kennslugögnin hjá kennarum dóttur minni hún fekk sig út úr þessum tíma af því að sko Þorsteinn er náttúrulega búin að vera að lýsa sko, vera búin að vera að kalla eftir skítu mig í mörg ár sko Já Finnur ekki neitt, ég er squeaky clean strákar Annars væri það komið upp Já, við vorum að vinna heima, við grófum það gekk ekkert Ég er þetta meitt myndbrotin eftir Já, menna, þú veist, ég hef átt að eina kærustu skilir í mörg ár ég hef aldrei drukkið þú veist, ég hef aldrei átt nógu mikið pening til að geta svikið undan skatti þú veist, það væri áhugavert ekki svikið undan skatti sko, heldur bara, þú veist, spila leikinn sko win the money game eins og maður sagði sko. Eitthvað svoleiði sko og svo er þetta já, og þú veist, og svo var ég að horfa á þessi gögn og svo var þetta svo áhugavert, þegar dóttir mín kom heim og hún sagði bara, hann skrítir kynjafræðikennarinn Var það Steini? Já, og hún sagði bara og ég sagði hvað var hann að gera og þá var hann einmitt að kenna þeim að ranka sig eftir sko kyni, stöðu, aldri, þjóðerni og hún svo var einhver strákar með henni í körfubolta hún upplýði sig miklu meir í forréttundum heldur en þeir og eitthvað svona skilur hún lítur að falli á því prófið þá já og svo náttúrulega bara svo var hún að tala hvað hann væri eitthvað aggressífu strákan og ég spurði bara hver er þetta og þá sagði hún eitthvað Þorsteinn eitthvað og ég bara og þá er sko konarnas Þorsteins og hann í einhverju podcastum sko, það er alltaf verið að senda á mig eitthvað sem þau eru að tala um Karlmennskan Já, og þið sáu þegar ég var sakar að beita stelpuna ofbeldi Já, ég ætlaði bara að segja í hvaða skipti Já, þetta var hann að vídeóði sem að ég átti að hafa slegið Já, og það bara varð allt stöppu brjálað og ég beið og leiði þessu alveg að krauma þá til ég kom í vídeóið og þá ég ákvað að henda vídeón út vegna þess að sko það var rauð viðvörun 50 dagur taktist strákar allir heima ég horfði á þetta vídeo og keiri upp í veldisvísi sko og þetta var svo gott sko því að yfirleitt er svona besta svona knockoutið það er yfirleitt bara svona mjög einfalt sko veist, ég er ofta eitthvað að tala rosa mikið veist, það er ekki raskat áhrif með það að þú kemur bara með eitt svona vídeo þar sem að þú veist þessi gaur er bara hliðin á mér sko að taka bara nákvæmlega hvað er í gangi og svo svissu við náttúrulega bara beint yfir í Baldur sem að reyndar vídeóið var til áður en að Baldur kom með og Baldur kom með bara þetta auka veist, Baldur sem er að þjálfa stjörnuna í körfubolta og hann er að segja nákvæmlega sömu hluti strákana
og í nákvæmlega sem orkunni og svo eru hérna stjórnendur hérna þáttarins bara eitthvað, já, helviti gott að láta öskra svolítið á sig og eitthvað svona og svo er svissað strax yfir í einhvern mussuhippa sem var að taka viðtal við mig frá Vísi, sko. Það ekki sáttu með hann? Já, hann var bara svo mikið djöfisins gungamæður. Hvað er að honum, sko? En hann er rúkki og allt það, sko, og hann var bara eitthvað að reyna alfa mig, sko. Og hérna, og að reyna að búlja mig bara. Og eitthvað svona, talar alltaf þannig í stelpunar og þetta er eitthvað sér að tala bara, hvað meinar? Býtu, þú veist, ég er búin að þjálfast, þú veist, og ég sagði, þetta er svona stráka megin og þvílíki sokkurinn sem hann er ennþá að reyna að tyggja, sko. Já. Hann er ennþá með hann uppi sér í dag. Hann er ennþá með hann uppi sér, sko. Defend Iceland. Já. Með villi veiðigáttina. Bug Bounty platformið. Bug Bounty platform. Hún gerir fyrirtækjum kleift að fá aðganga að hópi að heiðarlegra hakkara. Heiðarlegir hakkarar? Heiðarlegir hakkarar, öryggisfræðingar. Þeir sem sagt herma aðferðir netárásarhópa til að greina öryggisveikleika í kerfum við sjá viðskiptavinn. Er ekki skilja þetta rétt að þeir, semst, ég er með fyrirtæki og ég hef saman Defend Iceland og ég segi, reyni því að hakka ykkur inn í mitt kerfi og þeir náðu líklega og svo laga þeir það, Já, og þeir sjá bara, herri, bing, 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 við komumst inn hér og þetta þurfum að laga. Já, vorum aðeins að tala þetta síðasta þetta, en ég held að þetta sé örglega bara eitthvað mikilvægast sem fyrirtæki geta gert. Þetta er eitthvað sem öll fyrirtæki ættu að minnstakosti að skoða hjá sér. Og þá eru Defend Iceland líka bara, hei, ef þið með því toppstandi, þá segir hakkarinn bara, heyri, það var ekki séns að komast á vinn. Nei. Þá ertu komið með vottun. Talandi um vottun, Autocenter. Já, gæða vottun. Frábær þjónusta og gárungarnir að tala um það að bílinn komið út flottari en áður en að rúla inn á verkstæði hjá þeim. Svo heyrði ég þetta í dag, ótrúið, kannski var ég búin að segja þetta áður en þegar þeir eru búin að laga bíliðin þegar hann er betri en eins og nýr, þá þrýfa þeir hann líka. Gat nú verið. Já, þetta er 5 stjörnu Tesla votta verkstæði, Autocenter. Fagmennska fram í fingurgóma. Serrano, það er að sjálfsögðu kóðin góði. Já, Burrito After Dark 20% afsláttur á serrano.is. Burrito After Dark, ekki slepptu röðin. Ekki reyna það samt að mæta bara segja, Burrito After Dark. Ég er með 20% afslátt. Nei, við erum bara að hitta þetta morgun sem gerir það. Græta á serrano.is og þar getur líka Fajitas Burrito, serrano.is. Tvöfalda kjúlingur. Eins ég segi, já, akkurat, þú veist, ég viðurkenna, ég tek stundum, panta ég á serrano.is, nýti mér afslagkóðan og reyni síðan að slæta inn fyrir röðin á staðnum. Já. Getur þú sett aðeins meiri kjúkling? Já. Af því ég er búin að borga, skilur. Af því ég veit ég er ekki að fara að borga, þannig að smá trikk, sko. Veistu hvað ég byrjar að gera? Af því að mér finnst í alvörunni betra að fara á serrano.is heldur en að ganga með fram borðinu, sem er líka ekki að gera. Af því að þá sé ég úrvalið miklu betur og ég byrjar að setja sko kjúkling og svo hendi einhverju nauti með líka, sko. Tvöfalt kjöt, það er þetta rosalegt. Það er rosalegt. Við höfum einu snöggu hérna. Sko að þið vorum að tala um útfærsluatriðin á kristinfræðinu meðal annars. Ég tala svo mikið, ég er fullt að lausum þráðum í skammangsmínina. Nei, þetta er bara draumur þáttasturundandans. En að þið vorum að tala um sko útfærslanu á meðal annars kristinfræði og öðrum fögum í skólunum. Þetta er svo þægilegt með starffræðina, það skiptir ekki máli hvernig þú snýrið henni, sko. Bara rétt svar, já. Bara eitt rétt svar, sko. En skrattin er í smáatriðunum með kristinfræðina og kynjafræðina og þessar hluti, sko. Akkur til dæmis ekki kennt félagsfræði áður en þú kennir kynjafræði. Því að það var fullt af einhverjum hugtökum og hlutum inn í þessu og svo til dæmis bara að vera að vísi í stjórnsýslu lög og eitthvað svona alls konar dót og svo var mjög áhugaverð, sko, hún átti að skrifa ritgerð og það var verið að gefa henni hugmyndir og það myndi halda íslenski kynjafræðingar, sko, og héldu að þeir hefðu, sko, funduðu fæið að því að það var ekkert erlend þarna og gögnin og eitthvað sem hún þarf verið að vinna í voru podcast úr kallmennskunni og svo fór ég að rýna í eitthvað svona, þú veist, það var einhver kona náttúrulega sem skrifaði einhverja ritgerðum, hérna einhver kynjafræðingur sem er kona sem var að skrifa ritgerðum, sko, cancelkultúrin og það var nú farið freka svona freka mjúkum höndum yfir það og jafnvel verið að segja stundum þyrstum bara cancela meira og eitthvað svona og þetta er svo bæist allt saman, þú ert að horfa á þetta og þú veist, og ég elska bara þegar fólk er á öndverið meiði heldur en ég það er bara, þú veist ég fæ ekkert betra heldur en það en þetta er svo brútal og náttúrulega líka, ég meina, ef verið að bjóða mér í hérna HÍ inn í kynjafræðin, ef verið að bjóða mér og ég var með kynjafræðing í samstöðun í dag og ég sagði bara, heyrðu, þú eru bara að bjóða mér upp í HÍ og hitt alla kynjafræðingana, þau munu aldrei gera þetta. Nei. Bara aldrei. Því líki bergmálshellirinn
og þetta bara, ég þarf ekkit meira heldur en þetta. Ég er búin að vera að kalla eftir því að Hafrún Kristjánsdóttir upp í hverju einasta podcasti. Þú sást það hérna, hverju einasta podcasti, þá segir bara, bjóðið mér, tölum saman, förum yfir þetta, nei. Hvað er þetta? Þetta er þöggunin. Þetta er þöggunin. Ég skal við ekki það, ég myndi ekki þóra með þetta í podcast sko. Ég myndi líka taka, hvað það er stonewalling. Ég myndi taka full on stonewalling á þetta. Já, ég meina, þú veist, if you can't take the heat, get the hell out of the kitchen, skilur. Akkur er þetta þá bara endalaust að djöflast. Já, ég er alveg saman á því. Og vitleysan sem eru sko ollið upp úr þessu fólki. Ég meina, hérna, Víðir segir bara einhvers staðar, hérna, já, sko, þegar hann var gaggríndur fyrir það að kynna sér ekki málin betur og eitthvað, þá segir hann bara, já, ef ég þyrfti að gera það alltaf, þá gæti ég aldrei tekið þátt í umræðinu. Hann er prófessor á að rýna djúpt í hlutina og vitið, það er svo mikið af svona kjaftæði. Hann heiti Víðir bæði. Heiti Víðir. Og það er svo mikið af fólki sem er í þessu sem að hérna, og þá fattar maður að þetta er pólitík. Þá er þetta orðið pólitík. Þú veist, þú vilt ekki einu sinni, sko, þú vilt ekki fá debattið, þú vilt geta tekið þátt einhvern veginn í umræðinni, sko, af því að þú ert með bara einhver 200 citation, sko, þegar bara einhver meðal average félagsfræðingur með 1200 skilur og þú ert að reyna að gera þig einhvern veginn gildandi í þessu og svo bara kemur hérna íþróttahreyfingin, sko, sem er, sko, illa dofin, sko, og það er bara bulli sem er hægt að komast upp með þar, það er engin að halda valdhöfum þar ábyrgum fyrir því sem er í gangi og svo mæti ég þarna inn og það bara eitthvað hérna, heyrðu, býtu, hvað er að gera? Bara, ertu krítiskur á okkur? Ertu að vera krítiskur á okkur? Vistu ekki hver við erum? Það segir eitthvað geðveika sögu. Já. Þegar ég opna á, skal ég segja ykkur, sko ég var í fjölmiðlabindinni þá til að myndin kemur út hérna Hækkun Rána og þegar Hækkun Rána kemur út þá ríf ég hérna þögnina, fór í fyrsta viðtali hjá hérna Frosta sem hafði verið að drepa mig í mörg ár sko, hann misskildi mig algjörlega og hann biðst á afsökunar. Á sama tíma var Víðir að fara í alla morgun þáttunar að bjarga andlituna á sér sko, að því að hann var búin að investa svo mikið í kjaftaðin og þá voru allir að segja bara, vá, hvað þetta er áhugavert og mikið valdefling og hann fór að búa til alls konar buzzword, nei sjáu, þetta er snembær afreksmennska og þetta er professionalization in sports og hann er rúmensku sportdreka þjálfari sem er með eitthvað svona constant weeding of the herd og setur 50 sportdreka ofan í eitthvað glas og það bara eitt sem stendur eftir og það er að saka mig alls konar hluti, en ég er bara sko, það er bara, mér er alveg sama þú lappir með störfót inn á æfingu hjá mér og páka ykkur aukslinni og pappiðin er sko sjóræningi, þú ert að fara að vera þjálfaður eins og $1 million prospect og er tilbúin að leggja þetta á þig. Ég hef engan áhuga á körfubolta, ég er bara áhuga á spiritun. Það er bara allir fá topp þjálfun og hérna og það sem gerist þessi að það ég byrjaði fyrir síðan í Kastljósviðtal hjá hérna Einari borgarstjóra og það var bara þannig að fólk geti séð sko líkamstjáningan hjá mér, ég vissi myndi ekki útskýra neitt á einhverjum 15 mínútum og bara standa undir því að vera kallaðu köllið fyrir framan alla þjóðina því ég er að þjálfa stelpur í körfubolta sko og hérna, og svo byrjum við bara svona að chippa í þetta og fólk fyrir að hafa áhuga á því og fyrir að fatta bara, já það er eitthvað meiri í þessu heldur en búið að segja sko, því að þetta var búið að vera sko þessi óhróður var búin að vera að sjóða bara í einhver 4 ár, það var alveg geggjaðu tími, þú veist, ég var bara að labba hérna Vífilsstaðavatni í hringi sko, því að ég fokkaði upp hérna sko einhverju útvarsviðtali sko, í hérna Akraborginni með formanninum, ég veist að bara ég fer aldrei aftur í fjölmiðla á þess að ég pakki þessu ekki saman sko, því að við erum algjörlega með réttlátt fæt í höndunum. Herðu, svo er þannig að við fyrir að chippa í þetta, þá sendi formaður KKÍ sem sagt post, við getum fundið þetta á vefsíðun okkar, þessi postur er hérna á öll aðildarfélögin og segir, heyrðu, sökum hérna gagnrýni sem að sambandið er búið að vera að fá, þá hefur aganemnd ákveðið að allir þeir sem vega að heiðri leiksins og svo er það eitthvað tilgreint hvað það er sko að gagnrýna stjórnarmenn og eitthvað svona, þú veist, þá eru orðnir svo guðir verða sektaðir og vittleysan sem sko, og ástæðan fyrir því að íþróttahreyfingin er stundum alveg illa vönguð er náttúrulega bara henni vantar svo mikið hérna aðhald þú veist, þið fattið það alveg, það er fullt af stjórnmálamönnum sko sem að hérna
sem alveg vel grillaðir sko, en þeir get ekki sagt neitt á þess að allir séu bara búnir að jarða allt og það allt undir smásjá, þannig að þú svona, hvað að segja, þú veist, að þessu leiti aðhaldið mjög gott, en þetta ástæðan fyrir því að íþróttapólitíkin, sem alveg grjóthörð pólitík, spiltasta pólitíkin af þeim öllum. Já. Og ég að takast á við hluti sko, sem bara þoli ekki dagsbirtuna sko, að því að menn eru búin að fá svo mikið tækifæri til þess að vera í þessu bulli og svo að svona gæja mínu status að hann sko yfirleitt hinum með yfir borðið, þannig að það búið að reyna að tæla mig stundum yfir sko, málið bara ég hef engan áhuga á einhverjum frama í þessu fæi, skiljiði og ég algjörlega independent, ég meina ég í sjálfboð að vinna í þessu, þannig ég engum háður og þá fattar maður í raun og veru taumhaldið sem svona stofnanir og alls konar hlut hefur á fólki sem að, þú veist, ættir raun og veru að vera mjög krítisk í sínum störfum af því að það bara everybody's in on it en svo bara málið í íþróttunum þú veist, not a whole lot at stake and that's why the fight is so bitter Fætti ég hvað að fara? Já. Ég verð að fá að spyrja þig, sko, að því að þú veist, eins og nefnir þú ert ofta að glíma við yfirvaldi þú ert mikið að glíma við stofnanir og aðila sem að hreyfa sér hægt og illa jafnvel og ofta tíðum nærði ekki að svara fyrir því jafnvel samstundis nefnum sem dæmi vídeo sem hún gafst út þarna á rauðri viðvörun sama með fjölmiðlabanni sem þú fórst í hvað geru þegar þú hlýtur stundum að fara að sofa og hugsa ég í stríðamöndu öllum, það allir brjálaður út mig, hvað ég að gera eða séu bara alltaf svefnina réttlátu og sko, ekkert mál? Já sko málið náttúrulega ég náttúrulega í Pingu Bergmanns helli sjálfur sko Veist, það rosa mikið af fólki sem að styðja mig en út af Vogue-ráninu sko, hérna Vogue-jackinu þá bara rosa mikið af fólki sem til dæmis myndi ekki like eitthvað sem ég sitt á Facebook það ekkert langt sinni ég fór á Facebook ég heldur að sé einhver svona 2 ár síðan ég gerði þetta og ég alltaf einhvern tíma bara algjörlega af þessu sko, en ég svona að pröfa að gera þetta núna mér finnst þetta svo áhugaverð stúdía ég setti póstin á þann og ég svona, mér finnst áhugavert að pæla í því svona, hvað fólk að hugsa og hverjir læka og mér finnst þetta mjög skemmtilegt sko, og svo einhverjir sem koma timminni á ég las póstiðinn og ég verð stundum lítill í mér sko, því að ég fæ lítill like en þá fatta ég bara já, ég tengdi það við vísir.is maður má ekki gera það sko þá Facebook ekki að dreifa þess eins mikið því þeir vilja ekki að þú farir út af plattforminu og eitthvað svona alls konar dót og þannig að ég með rosa mikið að klappstýrum í kringum mig en ég verð ekki rosalega var við einhverja sem fíla mig ekki skilur hvað að fara sko. Þannig að ég held alltaf bara að ég sé vinsalesta stúlkan í hópnum sko. En margt af þessu fer fram í fjölmiðlum eða ekki, eða þú veist eins og til dæmis með Vísi og að gagnrýni sem þú fekst frá okkar manni Víði og þar fram eftir göttunum Jú. Sem þú nærði ekki að svara fyrir á opinberu vettvangi Nei, en svo bara fer ég í einhver podcast og svo allir að hlusta og svo lærði ég það var einhver sem sagði við mig svo Brynjar, þú ferðið podcast en myndu bara have something good to say it well and say it often sko. Þú veist, og þess vegna ég byrjar að tala rosalega hratt og mér finnst rosalega gaman, ég að skemmta ykkur en mér finnst þetta rosalega leiðilegt sko, því ég bara að fara í gegnum skriptið sko. En þá þarf þetta að vera svona pingu edutainment á sama tíma sko, en þetta bara þarf að fara út, þannig að maður bara svona aðeins búin að slípa sig að því, hvernig getur maður tekið þetta fight sko. Það alltaf leið og svo líka annað í þessu sem bara dálítið þannig að til dæmis þessi barátta hún eldist ógeðslega vel það þarf ekkit annað en bara ný kynslóð að koma inn sem ekki tilfinningilega tengd við það sem í gangi og eitthvað svona til þess að menn segir bara þetta geðveikt stöf og ég veit að stelpurnar mínar sko munu fá styttur reist af sér fyrir utan ISI einhvern tímann, þú veist, það bara við erum löngu búin að manifesta það og svo veit ég þetta líka bara alltaf þegar þetta þessi hugmyndafræði sko því að myndin var frumsýnd sko ég var í frumsýningu í Bandaríkjunum frumsýningu í Finnlandi og einhvers staðar annars staðar og það voru engir þar í fræðasamfélaginu eða íþróttasamfélaginu sem fannst þetta að vera unjust það sem við gerðum þú veist, það allir bara alltaf staðið upp og klappa fyrir stelpunum, ég elskaði það sko og bara þegar dóttir mín var í Finnlandi og það var enda dálítið fyndi sko því að prodúserinn sko, því að myndin hálf finnsk prodúserinn sagði bara, ég held fyrst sko að Finnarnir væri bara ógeðslega fúlir, hún sagði, ég hef aldrei séð Finnarna vera svona emotional
en þú veist að þær fengi alveg standing ovation sko. Og þá veit maður það sko, hérna heima bara þú veist, bara verið að stýra svolítið umræðinni og svo þetta líka, þau verið átt ykkur á því sko, þetta náttúrulega ógeðslega gott tækifæri að fá að kynnast mannlegu eðli í einhverju svona pólitík sko, sem samt ekki alvarlegri en þetta eða skil ekki hvað að fara þú veist, og þetta alveg sko, ég hef stundum verið að pæla í þessu hugsa ykkur dóttu mína sko, ég náttúrulega, það sem ég keiri náttúrulega alveg massív heimspeki og hugarþjálfun fyrir sko pingulitla krakka og þetta er það sem ég gerir vel og þetta það sem að til dæmis kom ekki nógu vel fram í myndinni og ég hef ekki verið nógu duglegur að tala um það hvað þetta sturlað prógram og hvað ég ógeðslega góður í því orðinni, ég búin að þjálfa mig í þessu í 20 ár að vera alltaf að taka leksíurnar, þú veist, og oft þetta sömu leksíurnar sem einhver að upplifa skiljiði, þú veist, það á persónulega levelinu, það líka á félagslega levelinu og svona, þú veist, það allir að takast á eitthvað, sérstaklega þegar við hækkum rána og gerum kröfur og svona og mæta svo og kenna þeim allar þessar leksíur og ég sko, það sem ég mest stoltastur yfir sko, að sko ég gerði mig grein fyrir því mjög snemma, þó að dóttir mín væri mjög ung og stelpur væri mjög ungar að þær gætu höndla svo mikið af fullorðinspælingum skil ekki hvað að fara að því að ég búin að átta mig á því og þetta eitthvað sem að fólk má hlusta mjög vel á þú getur kennt krökkum allt ef þau tengja við það ef þau að upplifa þetta, ef þetta fyrir fram að þau ég meina pæli því hvað krakkar geta orðið góður í skák það rugl, það sturlað og margt sem að börn hafa sko fram yfir fullorðna eins og til dæmis svona ómengaða réttlætiskend að því að þau ekki strax orðin invested og þurfa að vera að passa upp á einhvern, þú veist, þau geta verið svo blönd og heiðarleg vegna þess að þau ekki búin að mynda einhvers konar svona hagsmunatengsla sem þau alltaf að passa sig á því sem þau að segja og eitthvað svona. Þannig að sko dótti mín sko, það myndi einhver sálfræðingurinn hitt hana á einhverjum tímapunkti segja þessi stúlka bara algjörlega drullu traumatæst og hún það. Vegna þess að trauma skilgreint sem sko reynsla sem þú ferð í gegnum og getur ekki prósessað. Fætti hvað að fara og mikið að tráma sem fólk að takast í gegn að takast á við ekki upplifunin sjálf heldur bara verkfærin sem þú hefur til þess að díla við þau og í raun og veru og þið verðið bara að debata það og það þarf einhver að koma til mín og segja því að ég man að það var einhver blaðagrein sem verið að tala um það sko að ég held að fólk overdramatiseri sko hugtækið tráma Þú getur verið með alls konar tráma, út með tráma sem verður fyrir ofbeldi, út með tráma sem verður fyrir slysi. Þú ert með tráma ef þú getur verið í einhverjum slæmum aðstæðum, fjölskylduaðstæðum í mörg ár og það verður að gaslýsa þig og eitthvað og svona kjafta í gangi. Og svo eru bara, þú veist, og nú ég fann að tala bara svo kynjafræðingur, svona mikrótrámað. Fattu ekki hvað að fara, þú veist. En máli bara með þau, að þau geta alveg orðið hrikalega stór. Ég meina, tökum bara sem dæmi bara einhver sem fæðist í Garðabænum og hann upplifið það bara það bara upplifun hans að hann sé minnst elskaður af öllum systkinum. Það bara upplifun hans sko. Þú veist, hann upplifið það bara að hann sé minna virði á einhvern hátt og það festist í haustum á honum. Og það sem áhugavert við sko trámað það sko að hvað svona lítil þú getur valdið þungur hlassi sko og alltaf þeirra dóttir mín og ég sá það að hún átti erfitt með að prósessa einhverja hluti og það var eitthvað sem hún skildi ekki og okkur svoleiðis að þá hugsaði ég alltaf með mér sko já, ekki vona að þetta challenge væri minna óskaði þess að þú væri betri og ef einhverjum farið að líða svolítið illa eða hann ekki í rónni með það sem að gera þá þetta oft svo mikið mótíf og við erum alltaf svo hrædd við það að krakkarnir okkar sé að fara í gegnum einhverja erfiða hluti en það yfirleitt bara vegna þess að sko foreldrið treysti sér náttúrulega ekki til þess að sko styðja barnið sitt í gegnum eitthvað sem það ekki tilbúið að gera sjálft og það dálítið name of the game þess vegna þegar ég oft spurður og sagt bara hvað ert þú að mæla með því að
þessar aðferði þínar séu notar eitthvað ég mæli ekki mig að neitt gera það og til dæmis þegar aðrir þjálfarar koma inn hjá mér og eru að þjálfa krakka í Aþenu þá enginn að fá eitthvað svona Brynjar special dæmi sko að því að þú þarft að undirbúa krakkan svo vel og það er svo mikið öðrum hlutum sem þurfa að vera til sem eru svona forsendur fyrir því að til dæmis bara það að sko að því að ég náttúrulega bara tók ógeðslega vel í það og fannst það ógeðslega góð hugmynd þegar stelpuna til dæmis ákveða að droppa medaljónum þegar vantilega sá myndina já. Og ég útskýri fyrir þeim þú veist, þið vitið það stelpur að ég verð hengdur fyrir þetta Og þú varst hengdur? Nei, ég var ekki hengdur, ég reyndi að hengja mig Reyndi að hengja þig? Já, hér ertu Algjörlega Já gjör svo Sko, það eru nokkri hluti sem ég langar að taka þetta kannski byrjum bara því auðvitað þetta þessi hugarþjálfun sem þú kennir krökkum frá unga aldri erfið spurning mögulega en ef þú síður þetta saman og kjarnar niður í nokkra setningar hvað er það sem þú reynir að fá krakkana, hvernig lætur þú að hugsa hvað er það sem þau þurfa að hugsa Sko, þetta gengur rosalega mikið út á það að þú sért svarhæfur í öllum aðstæðum við skiljum hvað að fara það er raunveru, that's the bottom game og svo gengur þetta raunveru bara út á það að við erum með ákveðin sko, þetta er ákveðin þættir félagslegi þátturinn, andlegi þátturinn leikfræði og svo tækni og þetta eru svona the areas sko, sem að þú ert að vinna í og svo er það bara þannig að þú byrjar til dæmis í tækninni þá þarfst að geta driplað boltanum og í fyrsta skipti sem að krakki kemur inn þá getur hann ekki driplað 2 boltum og ef hann mætir inn á æfingu þegar krakkandi mínir eru búin að vera kannski að æfa í einhvern dálítinn tíma þá missir hann sjálfstraustið því að hann sér hvað krakkandi eru góðir og þá þarf að lána krakkanum sjálfstraustið og þú lánar raunveru krakkanum sjálfstraustið með því að að sko þá þarf ég að tala við foreldrana ég segi, heyrðu, nú farið þið bara heim æfi ykkur í þessu, eftir 3 mánuði þá verður þetta komið og við komum þetta á ekkert eftir að hafa trú á þessu en þið lánið trúna og tröstið þið eru heima bara pepp og fullu og sjá til þess að æfingarnir séu gerðar og þá yfirleitt er búið að brjóta fyrsta ísinn og fyrsti ísinn gengur út á það að þegar þú þarfst að ná einhverjum 10 hérna í gegnum klofið og fyrir framan og eitthvað svoleiðis svo þegar það er komið þá verður bara einhver svona dópamin sprengja í hausnum á krakkanum og bara wúhú og hvað gerist þá? Hækkar rána og þá kemur krakkinn og segir ég get þetta ekki og þá getur þú byrjað að segja ég hef heyrt þetta áður manst ekki þú gerir þetta og þetta og þá segir krakkinn og þá ertu svolítið búin að taka afsökunir í burtu þá ertu farin að rækta hérna raunverulegu trú og sjálfstraust gengur út á það að vinna fullt af litlum sigrum og svo þarftu bara að byrja að rappa þessu inn og þetta þarf að vera nógu erfitt til þess að þetta taki á þig og sé dálítið svona streð en ekki of að þetta verði of auðvelt og meaningful og krakkar rosalega fljótt byrja að finna það að það að bæta sig er best og það er líka bara lífilegt fræðilegt svar sem verður þegar það gerist krakkar hafa ekki gaman meðalkrakkin hefur ekki gaman að því sem að sumir segja við mig þegar þeir mæta með krakkan inn og segja bara eitthvað svona ég sko umfram allt að verður þetta að vera gaman ég segi nei krakkar nenna ekki gaman stórfiskaleikur og hrós og bla 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 bara ekkert frekar en þið Já, til að, sorry, ég greip fram við það Brynjar sko, Helgi ég verð að fá að tala hérna líka Helgi Ólafsson, stórmeistari skák sem hefur þjálfað alla bestu skákmenn Íslands var Hjörvar Steinn góðvinur þáttarins, hann var að stúdera í skákskóla og búin að horfa á sömu skákþrautina í 3 tíma og búin að biðja Helga svörin og Helgi bara nei, horfðu á stöðuna hann sagði, Hjörvar, mér finnst ekki skemmtilegt hann sagði, hver sagði að skáka þetta vera skemmtilegt nákvæmlega og það er bara saman þetta Já, og þetta er bara þessi hedóníska stemning sem er að drepa allt á Íslandi í alvöru hedonic bara þetta er galið sko Já. og ef þú ætlar að fá krakka sem er alveg locked in þú veist, og þetta er svo mikið þetta er svo ógeðslegt sko þegar verið að þegar verið að fara í þetta þegar að stoppa einhvern svona eins og mig sem er bara sko að úsa inn tilgangnum í þessu öllu saman og er síðan líka að tengja sko tilgangin við það sko að mér er svo drullu saman hvort það verður góður í körfubolta eða ekki sko vegna þess að það sem ég kenni þér það mikilvægast sem ég kenni þér eru allt hlutir sem þú tekur með þér af vellinum þetta er allt applicable in real life og ég er
ég er með bunka af ungum drengjum sem eru testimonial fyrir þetta. En finnst þér að En býtu, ég er ekki búið með þetta því ég var að fá þessa spurninguna Sorry. þetta, og sko þannig að þú keyrir á stað með tæknina þarna en svo byrjar líka að gera þetta með félagslega þætti þegar þú telur þig ekki geta haft áhrif á fólki í kringu eða þegar þú telur ekki geta haft áhrif á sjálfa þig í einhverjum aðstæðum. En málið er bara svo gott að vera með verkfæri í höndunum að því að þá verður þetta svona symbiotic relationship á milli þess að þú ert að vinna með þína svona andlega styrkleika svona þú skilur hvað að fara svona huglega spirit þátt og svo líka taktíkina. Það er svo erfitt að slíta þetta í sundur. Það er svo erfitt að fara bara heim og vera bara eitthvað, já ég ætla að vera rosalega sterkur og rosalega ákveðin í hverju. Hvað er viðfangsefnið? Og þetta er bara creation þegar hérna voruð í Vestló. Já. Þið þekki Vestló hérna logoið. Hvað er Vestló logoið? Lækna stafurinn, snákurinn. Nei, það er bara mistök. Það er mistök. Djöfull eru þið grillaðir maður. Þið eru búin að lappa undir þetta merki ég veit ekki hversu lengi. Þið veit ekki hvað symbolið er. Nei, aldrei pælt í. Sko, málið nefnilega bandaríski herinn á 19. öld, hann rugglaðist á merki, sko. Hann ætlaði að taka merki að Klippiusar sem er eitt snákur að fara með eitt staf. Já. Að því að sko forngríkir trúði því að hérna placebo var í besta remediðan. Þú veist, og hann var í raunur, hann er guð, sko, að Klippius er guð hérna hypnosis, sko. Já. Hann dáleiti menn og komst í eitthvað hof og svo var hann svo skilvirkur í því sem hann var að gera, hann fann að reisa fólk frá dauðum. Og Seifur bara tók hann úr umferð sko, því Hetters hann var með önnur plönur fyrir Hetters og allt það og hérna og svo þegar bandaríski herinn ætlaði að búa til logo fyrir Medcorp þá tókuðu vitlaust logo og það er allir búin að apa eftir þeim. Þetta er dagsatt. Já. Og tóku staf Hermes sem er svona, hann er svona sendibóði guðana og hann er líka God for Commerce. Já. Og þess vegna er þetta merki hérna fyrir Verslanaskólann. Það er svoleiðis. Já, stráka minn. Allt það maður. Já, og svo er það raunur þannig að snákarnir, sko, snákurinn í hérna grísku menningunni, sko, er dýr sem býr í jörðinu og yfirborðinu. Fattið þið? Þannig að sko í logói Hermes er þetta raunur þannig, það eru tveir snákar sem fara upp stafinn og svo horfast þér í augu, annars snákurinn táknar efnið og hinn andan. Sjáu þið hvað er að fara og þegar þeir horfast í augu þá er það the friction between the matter and the spirit og þá færðu vængi. Er ég að meðan, strákar? Amen. Birkir. Þú er góður, skilju. Það er bara að þú tekur ekki andan úr efninu, sko. Nei, þetta er fallegt. Og þetta verður að vera til staðar. Já. Þú veist, það verður að vera spirit í þessu. Já, algjörlega. En eina lokum, bara, sorry Birkir, við erum hérna alveg á kafi hérna. Hvað segir þið? Allt í góðu? Já, bara myndatökum að skemmt sér konunglega. Já, við erum að því allir held ég bara. En sko, að því við erum að tala skrattan í smáatriðum og allt það og hérna, aftur kannski leiðileg spurning, en þú veist, að því að maður hefur séð þessi vídeo klift út úr samingi þess maður út að bauna á stelpunar og banda til þeirra þarna sem er síðan bara nákvæmlega sama meðferð og strákarnir fá. Sko, þegar út með yngri stelpunar, hvenær er þetta til þess að vekja áhuga því ég heyra að maður bara er hérna þvílíkt peppaður og bara, maður sér það hvað þú hefur mikinn áhuga á þessu öll saman þú veist er þetta einhvern, mér langar svo orðið það rétt ég var ekki búin að undirbúða spurningu hjálpaði mér hérna en þú veist, að þegar þú verður gagnrýndur fyrir að fara af einhverju liti af offorsi í stelpunar og þessar ungu stelpur, þú veist hvernig gerir maður án þess að ganga og langt kannski, það er bara svo auðvelt ég skil ekki að fólk skuli bara eitthvað haldi bara eitthvað, ég mæti bara inn eins og lukkuláki bara eitthvað bang, 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 bang þú veist hvað rugl er þetta þú veist, ég, sko, og ég meina að það er dokumenta, sko, þessi er búin að dokumenta hellinga því, er það ekki? Fyrstu æfingarnar og eitthvað svona dót, já þannig að hérna, þú veist, ég mæti bara inn og bara jíhí og bara blandi í póka og þú veist, gaman og fjör og þú veist og hérna, svo fyrir ég að tala við þær og tala við foreldrana og eitthvað og svo er bara, svo tekur bara pingulítið skref þú veist og svo tekur bara pingulítið skref og þá sagði einhver já, hann er að brúma þau inn fyrir ofbeldið já ég sagði bara, þetta er alltaf brooming in skiljiði
þú veist, og þetta bara þetta bara þannig að svo bara smá saman, þetta bara uppsöfnuð aðlugun. En horfir í þegar, eins og Leifur talar þegar þú urðar yfir stelpunar, eins og að vera urðið við stráka, pælir í karatinn sem þetta urðið við höfum fikið marga þjálfara í settin sem tala að ég veit hvaða leikmenn höndla það sér tekið fyrir og aðra ekki. Já, þeir sem erfitt með að höndla það, þeir fá það óþvegið. Já, shit. Þeir sem fara létt með það, það aldrei gargað á það. Já, þetta einleið, þeir ánaði með þetta. Dænótt, kíkja í brönns helgina. Hljóma vel. Kíkja út að borði í virkri, á virkum. Þá getur þú bóka að borða á Dænótt. Vantaði hugmyndir? Dænótt. Hvert viltu fara? Ertu að spá í einhverjum ákveðnum verðflokki, ákveðnum stað, ákveðnum opnunatímum? Þetta bara alltaf á einum stað og þetta er world class viðmót. Já, svo eru útskriftir að byrja bara var ekki bara gaman að gefa Dænótt gjafabrif. Alveg upplifun. TM, 3 útibú TM hafa sameinast útibú Landsbankans. Starfsfólki breytist sem það ekki. Nei, það verður bara betri, krossal attack. Með samrunmannum. Já. Landsbankin X TM getur TM veitt enn breyttir þjónustu og fjölbreyttari en ekki síður Landsbankin að fá auðvitað alla þessa þekkingu frá TM. Alvöru valjú fyrir það er enginn sem að þjónustar viðskiptavinn tryggingafélagi betur en tryggingamiðstöðin. Nei, það er hárrétt. Og nú tryggingamiðstöðin og Landsbankin. Orka náttúrunnar. Orkan er reyn, þá liggur gatangreið heim fyrir okkur tveim. Fyrir okkur tveim, það er ON appi góða heimalæðsla eða hraðlæðsla. Já. Einhverju segja bæði betra. Í ON-appinu, ég bara hveti ykkur, ef þið að fara að hlaða bílinn ykkar, leitið af appelsínkunni á litlum. Þá vitið að þetta sé besta verðið og besta þjónusta. Og hraðasta læðslan. Já, og besta appið, já. Sjöstrand, 15% afsláttur með kóðanum CAT, það er CAD. Já. Og ég vil að fólk fari í kaffivélarnar, sko. Já, sko, að því að kaffivél, sko, það er tvennt sem að hún þarf að uppfylla. Það er annars vegar að hún mali og bruggi gott kaffi. Já, það er mikilvægt og það er heldur betur þannig. Það er atriði og svo hins vegar skemmir ekki þegar þetta er gott stofustás. Þetta er bara orðin arkitektúr, skilur. Og þú getur farið í möttulitina, þú getur farið í þennan svona, ætla ég að segja, stengráa, eða svo getur líka, ef þú ert spicy, getur farið í gullið, þú getur farið í silfrið. Já. Og þá ertu með fægt stál, glæsilega vélar sem eru ábyrðar af Sjöstrand, getur bara mætt til Gunnars. Gunnar bara mætir, græðir þetta fyrir þig. Það er max 5.000 kall sem þú ert að borga fyrir þetta. Já. Og ég held að í næsta þætti. Max 5.000 kall fyrir vélina? Nei, þeir geta skipt parta og véliðin bilar. Já. Bara lifetime garanti. Já. Það borgar aldrei meira en 5.000 kall fyrir viðgerna, þó að þú eru að skipta alt innvolsið. Sem ég efa nú reyndar. Já. En ég held að í næsta þætti þá getum við tilkynnt nýja bræði. Shit, það verður með Blas Roke. Já, haldið ykkur spennt. Herru, við ætlum að fara í allt aðra sálma sem er en svo, sko, bara svo þessi sagt þá er svo mikill undirbúningur á bakvið það að það sé hitað undir einhverjum að það er bara á einhverju space shuttle leveli, sko. Já. Og hérna þú veist djöfulsins pakkið þarna úti sem ætlar að fara að hoppa á eitthvað svona, eitthvað þykist vita eitthvað, þú veist, hvað ég er að gera, þykist lesa þetta, sérstaklega einhverjir svona amatör meðháðir þjálfarar og liðin í akademíunni, þú veist, sem getur ekki einu svona hugsað halva hugsun í vógránunum sínum, sko. Og það hefur ekki einu svona ímyndunarafl í þetta. Nei. Í alvöru. Það bara hefur ekki ímyndunarafl í þetta og það vill ekki einu svona kynna sér þetta að því að það er svo hrætt við það að það muni bara aldrei geta hort á sig í faglega speglinum aftur. Já, að því að það er rangt fyrir sér. Já, bara því að þau eru bara að hugsa hvernig í fjandanum kemst hann upp með þetta. Að því ég get alveg lofa eitthvað því, sko, að hérna ég er búin að lenda sko, það er mikið talað um það, sko, ég hef verið rekinn frá fullt af klúbbum. Ég sagði upp hjá Stjörnunni að ég vildi skipta upp sem sagt hópnum og vera með bara
sko, þú veist, ef þú komst inn með krakkaðinn, þá nefndi ég ekki að standa í þessu gargi, sko, krakkin var kannski til í að æfa hérna þessar 3-4 æfingar í viku sem var bara alveg skylda og þú bara mætir 4 sinni í viku hérna og æfir þið heima og svo voru náttúrulega, sko, var ekki stelpurnar sem voru að klikka, það voru foreldrarnir sem voru að klikka og svo var maður eitthvað djöflist í þeim, þannig að maður að bjóða foreldrarna bara upp á það, viljið þið þá ekki vera í einhverju öðru prógrami? Þú veist, það sem að þið megi bara svolítið ráða þessu. Þú veist, ef ég á að þjálfa, þá lít ég að fá að ráða á hvað forsendu ég er að þjálfa. Ég ætla ekki að vera einhver glorified hérna. My way or the highway? Sko, my way or the highway, myndir þú ekki gera það sjálfur í þjálfun? Jú, þú veist, þú gætir samtálega, þú veist, ég er alveg sammálar, það er rosalega erfitt að samstilla hóp sem er þannig að þú ætlar að vera með einhverja grúppu sem að vill ná ógeðslega langt, en sumir sem vilja hafa gaman að þessu, það er þá bara betra fyrir það. Já, þá ertu bara með 2 hópa. Já, einmitt, þú getur ekki haft það í sama hóp, sko, af því þá dregur hina niður og já, það gerir engum gott. Já, og hvað þá ef að þú áttar þig á því og þú treystir í það að taka þennan hóp og hérna keyra hann í gegnum í raun og veru svona ríkjandi viðmið og gildi sem eru þarna sem eiginlega bara hlýtur að vera ákveðin skylda vegna þess að ef þú ætlar ekki að gera það þegar þú ert með stelpur í körfubolta þá ertu bara ekkit mjög responsible í hegðun sko vegna þess að mikið og bara ef það er einhverjar ekki fáa stelpur sem er að hlusta á þetta svo það ekki verið 85 Já, við þurfum bara að búið til eitthvað svona classified information sko? Nei, því að sko þetta er að sé vil að stelpunar sko heyri Það er 85 stelpur að hlusta Það er 85 stelpur sko, það er rosalega mikið af stelpum sem ég sé sem að koma út úr sko sérstaklega eldri konur sem koma út úr þessum bransa bara hálfbrotnar að hafa tekið þátt í þessu Já. Og það er og ég sé þetta og ég vildi óska þess að ég geti rætt þetta og útskýrt þetta betur fyrir körfuboltahreyfingunni af því að þetta er ógeðslega lélegt hvernig staðið þessu þú veist, þetta er bara, þú veist, hvernig tala við þær og það var náttúrulega ástæðan fyrir því að ég keyrði upp smá bíf í fjölmiðlum hérna bara svona rétt ári ég myndi falla úr úrvarsdeildinni bara svona til þess að sko vekja smá athygli á sko hvað þetta við köllum þetta óformlegt félagslegt taumhald það er í raun og veru bara þannig að það má ekkert segja stelpur. Það er vanvirðingin og í undirmeðutinu hjá stelpum þá finna þær þetta, þær eru ekkert stúpid og þær eru aldar upp í svo grilluðu umhverfi að þessu leiti. Það er til dæmis ástæðan fyrir því að stelpur verða mjög passív-aggressívar þess að þær til dæmis fá ekki að expressa aggressioni sitt. Þær fá ekki að expressa svona eitthvað frustration og pirringin sinn og allt þetta sem brýst þá út í því að þær finna þessu annan farveg sem er alveg drullu toxic og ég er búin að gera tilraunir á þessu og ég bara, þú veist þetta er bara, ég geti sýnt fram á þetta einu degi eftir. Er það umhverfislega áhrif? Þetta er allt umhverfislega áhrif, sko, því að svo er líka skilaboðin þannig að hérna, þú veist, þú átt að vera svo sæt og það er svo lítið verið og það er svo fáar fyrirmyndir og það bara, vitið það að vera með strákin minn í þessu og vera með stelpuna minn í þessu og vera að setja upp kynjaglörin skilur, þarna hef ég gaman að kynjafræðinni þú veist, að hérna og ég veit ekki eins og hvort ég á að kalla þetta kynjafræði, þau myndir bara kalla þetta eitthvað allt annað sko, hérna kynjafræðinni sem ég er að tala þeir vil aldrei ræða þetta mig Nei. En hérna sko já, það sem er að móta stelpurnar er mjög svona demotivational fyrir þær upp á körfuna og þarf að hafa þig alveg allan við til þess að sko bara að þær fá í brot af svona því góða stimulationi sem strákarnir fá úr umhverju sínu þú veist og versta feedbackið er feedbackið sem er að fá ekki þú veist, það er bara það sem er ekki sagt Þetta er bara flott hjá þér, þetta er bara velgjert og ekki einu sinni, það er bara ekki talað þetta Nei og þú veist, og ég hef spottað sko, menn segja alls konar hluti sko, ég ætla nú ekki að fara að byrja ég hef nú aldrei gagnrýnt konur og ég ætla ekki að fara að byrja á því núna, þú veist, það var í Dominóskvöld fyrir nokkrum árum síðan einhvern tímann í einhverjum öðrum þætti sko, ég er náttúrulega alltaf með kynjaglífurinn, ég er að hlusta á þess að íþróttafréttamenn og horfa á þetta, þá var það þannig einhver sagði hérna að það voru fáir að mæta á leik í einhverju úrslitakeppni, Valur Keflavík og eitthvað svona, og þá segir einhver sem að lýsa leiknum já, og svo bara skulum við bara mæta öll og styðja stelpurnar þú veist, og þá er þetta allt í orðið svona sama level og fatlaðir er að glíma því sko, já, mætum og klöppum fyrir fötluðum að því að þau eru að busla hérna í vatninu
skil ég hvað að fara Já. þú veist, þetta er svo mikið kjaftaði sko. ég leiddi einu sinni hóp í rosalega gildru því ég var með konu sem var framkvæmdastjóri íþróttafélags fatlara eða eitthvað svoleiðis í hópnum og ég alveg svoleiðis lænaði upp sko, ég var með einhverja kynningu og hún var þarna og ég sagði, djöfull ætla ég að stríða í liðinu þarna og fór að tala um að nákvæmlega þetta, þú veist, það eru engin áhuga á að vera að horfa á fatlaða, að spila og eitthvað svona og fólk voru helviti pirrað sko, að ég væri að tala um þetta og svo bendi ég á konuna og ég segi bara, er þetta ekki bara nákvæmlega málið? Og það bara, jú, það er bara enginn sem ber nógu mikla virðingu fyrir því sko, að það er bara einhver og þetta er áhugaverð sko, því ég var að tala við mann sem í hjólastól og ég ætla að nota hans orð sko þetta geti alveg verið mín orð líka hann sagði bara, þú veist, það er enginn að segja bara eitthvað svona, ég hata þennan kripling skilur hvað að fara þú veist, þetta er djöfis kriplingu sko. Þetta er minn maður og það bara við mætum og bara á þennan en það má ekki segja á hann að því hann er í hjólastól, við þurfum að vorkenna hann svo rosalega mikið og alltaf því ég er að tala við fólk sem er að þjálfa fólk í hjólastól, fatlaða að þá eru þau líka að tala rosalega mikið af sömu hlutum sem ég er að sko, foreldrar fatlara barna hafa tilhneigingu, margir hverjir til þess að vernda þau. Það er það síðasta sem þau þurfa á að halda. Er ekki foreldrar bara að vernda börnin sín, punktur? Jú, en það er bara meira þar og svo er það meira með stelpunar og svo náttúrulega erum við með kultúr sem ætla náttúrulega bara að bómullarvæða allt og bara we're going to hell guys, það er bara þannig sko. Það stefnir allt í það. Þetta er mjög áhugaverð punktur, þannig að þú veist tökum fötlu einstaklingina bara einmitt og þú veist, þá bara koma fram við þá bara nákvæmlega eins og aðra, ekkert bómullar jafnvel meira harkaði, þú ert að hafa miklu meira fyrir því. Já. Og ég rifja alltaf upp þegar ég var að byrja þegar ég sko í upphaf fyrirtækis minns Sælan, þá var ég ráðgjöf og búin að vera ráðgjöf út um allan heim, stærst íþróttuliðum í heimi og mér var einhvern veginn boðið að hitta landsliðsþjálfara í einhverju svona Olympiucenter í Englandi, Bretlandi, UK. Já. Og ég er að hitta einhverja júdóþjálfara og einhverja rugbyþjálfara og þetta er svona center og hjólastálkörfuboltaliðið var þarna líka. Og ég átti að náttúrulega hitta þá. Ég hef nokkru sinnum fengið svona smá slap in the face, einu sinni því ég hitti einn frægasta kvenþjálfara bara Bandaríkjanna ever. Mér fannst ekki til hennar koma sko. Og svo þegar ég hitti þjálfara hjólastóla landsliðsins og ég fekk að horfa á æfingu og ég hef aldrei séð eins intense æfingu ever og ég var að horfa á þetta og ég sagði bara, vitið þið, ég er tilbúin að borga sko 5-falt verð til að sjá þessa gæja og einhverjir af þeim voru örugglega bara PTSD, bara drullu traumatæst einhverjir sko hermenn sem bara ætluðu bara að taka út gremjuna sína og tráma sitt bara á einhverjum á æfingu sko. Þetta var brútal stöf og sjá þá detta úr stólnum og tróða sér eftir upp í þann og gæði bara hjólandi yfir fæturnar á þeim og eitthvað og ég veist að bara þvílíkt respekt sem að ég hafði fyrir þessu sko. Þetta var svona eitt af þessum momentum sko, en þegar maður er alinn upp við þetta og maður er ungur og svona, þá fattar maður þetta ekkert. Nei. Skilurðu? Að því að maður er bara einhvern veginn, maður er bara kennt það, maður á bara að vera koma bara ógeðslega varlega fram við alla stelpurnar sko. Ég get alveg sagt það að stelpurnar mínar eru brjálaðar ef ég færi í einhvern svona hippa-mussu gýr á þar sko. Er þetta ángi af því að fólk er ekki fórnarlömb að þá heldur ekki að koma fram við eins og fórnarlömb þeir eru ekki bátt eða þá ekki að hugsa þetta fólk eins og það er bátt heldur miklu frekar að amor fati sko, þú veist, þetta er bara svolítið sko mín filosófía og fólk verður svo bara svo koma vogarnir og alveg verða brjálaðir sko þegar ég segi bara sko því að ég er svo mikið forréttindagaur sko ok, við eigum ekkert skilið. Nei. En vógræningarnir þeir eru allir að sko það er nefnilega áhugavert að pæla í stéttabaráttu og svona baráttu minni hlutahópa vegna þess að sko hvernig er best að orða þetta
þetta einhvern veginn þannig sko að hérna áður fyrir, við tökum til rauðsokkurnar ég svo mikil rauðsokka og ég var að horfa á hérna Vigdísi Fimbo og dóttur sáuði hérna sjónvarpsþáttinn og svona. Nei, ég horfði ekki á það, viljandi. Já, og þá svona var ég að rifja upp þessa tíma sko, þar sem að rauðsokkurnar voru að berjast fyrir sko réttindum og þú veist, og við getum svo bara debata það, þú veist, hvað eru réttindi og ekki réttindi. Í dag eru sko vógræningjarnir allir að berjast forréttindi. Og svo kem ég hérna inn og ég segi jafnvel bara, mér finnst alltaf svo gott að reyna að núllstilla mig og segja bara, ég á ekkert skilið í raun og veru. Já. Og hérna, og þá segir einhver bara, já, en þú ert bara í, þú veist, þú ert bara í forréttindum og þú ert heilsu og eitthvað svona og bara, þú veist, en skil ég hvað að fara, sko, þú veist, að elska örlög sín og allt þetta. Og ef að ég lendi í hjólastól eða ef ég fæ einhvern sjúkdóm sem að þú veist, terminal eða eitthvað svoleiðis að þá held ég að þetta sé besta hugafarið sem ég get haft og ég ekki að segja að ég fari auðveldlega með þetta en pælingin bara þetta allt gjafir, þú veist, þetta náð og þarna verði ég rosa religious sko. Þetta bara grace of God sko. Ég algjörlega sammála þessu en það snýst heldur ekki bara þetta snýst, það að heimfæra þetta á miklu minni skala, bara allt sem þú lendir í þú hefur ekkert rétt á þessu, þetta svo miklu heilbrigða viðhorf út í lífið bara gagnvart öllu, í staðan fyrir að hugsa þetta ömurlegt, af hverju kom þetta fyrir mig ekkert sem gerst út Já, en hvernig misnota menn síðan þetta sko? Svo kemur hérna kristnin og trúabrögðin og allt inn í þetta og þá þetta nota sem einhvers konar stjórntæki. Réttrúnaðurinn? Nei, ég bara meina sko, þú veist, ef við færum bara á myrkar miðaldir og eitthvað svona, þú veist, að þá getum við bara hugsalega séð einhvern predikarinn úr þetta og þá einhver sem segir bara svona, já, ok, þú veist, nú þú veist, allt verður djöflinum á vopni. Þess vegna verður maður að eiga í persónulegu sambandi við almættið. Skil ég hvað að fara. Já. Og ástæðan fyrir því að ég var svona mikil ofsatrúamaður að ég eignast sem sagt fyrir minn sem var bara þjálfari sem að hérna ég komst að mörgum árum setna var ofsatrúamaður og ég var alltaf að velta fyrir mér hvað það sem hann hefur sem að svona mikill X-faktor. Og þá var hann bara að sósa sig í einhverju kristni og eitthvað og ég get alveg ég ákvaði einhverjum tíðanpunkti, ég sagði bara ok ég náttúrulega mest í atheisti sko, ég var bara eins og hérna, ég var bara svo sál sko. Þetta mjög fyndið að skuli segja þetta að því að þegar ég bjó í Bandaríkjunum Bjóst í Bandaríkjunum? Já. Hvar? Ég bjó í Maryland sem tiltölulega frjálslynt fylki en ég var einhvern veginn í einhverjum útnára þarna þar sem maður var bara þvílík íhaldssemi og allir voru strángtrúaðir og það sem var einhvern veginn rauði þráðurinn í gegnum þetta skiptinám var þessi mikla sannfæring sem að bjó innra með öllum sko. og það var ekki bara í trúnni sem að var reyndar líka og áherslan þá það líka annað með þetta strángtrúaða fólk að inntækið í þeirra lífi ekki peningar eða eitthvað annað, áherslan var svo sterk á samfélagi en það eru reyndar aðrir sálmar. Punkturinn sem ég vildi nefna var bara að þegar út með svona sterka sannfæringu sérstaklega þegar það trúin þá heimfærist það líka á aðra þætti í lífinu og þetta fólk verður svo þetta eru bestu sölumenn í heimi af því að þetta kemur allt innan frá þeim sko. Hverjir? Strángtrúað fólk sko, og sölumenn meina ég þá góðan átt líka sem þjálfar, þú ert að selja verkefni þú ert að selja eitthvað sem þú trúir á en það kemur út frá því að trúa svona sterkt á eitthvað og vera með svona sterka innri sannfæringu Já, og hvað pointið sem sagt? Pointið bara að hérna, þegar þú trúir svona sterkt á Guð og ert með svona sterk gildi ég held að þetta séu þessi gildi sem að þú venst með svona sterkri trú sem að heimfara síðan á þjálfun eða hvað sem tekur þig fyrir hendi að hérna, þú þarft að trúa og þú þarft að vera að kemur innra frá þér sko. Ég held að á Íslandi séu við svolítið þessi sterku gildi sem eru kennt þarna frá því að þú ert ungur eða ung annarkvort trúir þeim eða ekki og þá ertu bara í raun og vera ekki partur af hópnum sem allt góð með það en það ekkert sambarlegt hér í okkar samfélagi það eru svolítið allir bara að gera sitt og þeirra gildi eru á meira reiki myndi ég segja en þarna voru bara allir sem hugsuðu eins ég var aldrei talað lengi í mínu eigin podcasti samflutti, mjög lítið þetta á að vera kastlus á gestinu sko en hvað finnst þér um þetta?
Ég ætla að byrja að skipta stól bara. Já. Er ég að rausa hérna Brynjar? Nei, ég bara svona, ég pæla oft í þessu, ég man eftir því ég er svona 20 og svona milli 20 og 25 ára. Þá var hérna Omega sjónvarpsstöðin upp á sitt besta, fannst mér. Og ég man einu svona eftir því að það var eitt gæi hérna, sko, og ég var alveg harður atheisti, sko. Og ég var alltaf að horfa á Omega, sko. Já. Og ég var að horfa á hana gæja og mér fannst hann alveg frábær í deliveryinu og skriptinu og öllu þessu dóti. Og svo kemst ég raun og veru að því að hann er ég held að hann ekki verið pedofíl, sko, en þetta var einhver svona raðnöðgari bara eitthvað ógeðslegu gæi, sko. Og ég fór einhvern veginn að pæla og mér fannst ég einhvern veginn, sko, bara verða svolítið skítur bara að hafa hlusta svona mikið á hann og hugsa bara svona, já, vákvæðan er vel að máli farinn og vákvæðan er klár í þessu og vákvæðan geislar af þessu og eitthvað svona og þá einhvern veginn og svo hitti ég annan mann sem þá myndi ég segja, sko, að hann er trúaðri heldur en sá maður, sko, eða þú veist, hann er í meiri heilindum í sinni trú en ég fattaði það aldrei og þetta er það sem mér finnst þetta svo áhugavert, sko, einhvern veginn er að fólk sem er síðan að krítisera þetta og er svona að velta þessu fyrir sér, sko, hvað á maður að gera á þessum víkstöðum einhvern veginn, að það blandar alltaf svo saman, sko, spámanninum eða prestinum eða sá sem deliverar boðskapinn og orðinu sjálfu. Og þetta er eitthvað sem þegar ég svona komst á hana stað að ég geti bara verið í einhver svona persónlegu sambandi við almættið og ég væri í raun og veru bara að hlusta á orðið á þess að vera að pæla í því hver er að segja það eða hvað kirkja segir það eða hvað endur koma, það fannst mér rosalega frelsandi. Fatti ykkur að fara, sko, því að þetta er einhvern veginn þannig hjá okkur, sko, og þetta er ástæðan fyrir hérna máttur auglýsingana að það er alltaf að vera að fá einhver til þess að drekka klaka það er að vera að fá einhver til að nota rót. Ég myndi aðalega segja að fólk að drekka kalda Kúleitið. Já, ég er ekkert í því, sko. Nei, en það er við erum að reyna að fá fólk til að gera það. Að drekka kalda. Að drekka etanól. Já. 0,0% sant. Já, eins og þú talar sant. Já, 0,0%, já, þá er það ekki etanól. En finnst þér ekki aukin sannfæring hjá fólkinu sem er að predika orðið? Er það eitthvað sem ég upplifi að þú nefnir þarna tvær manneskjur? Nei. Ég sé alveg í gegnum þetta. Það er svolítið. Ég sé ekki gegnum, ég sé gegnum það að það er alls konar þess að ég var að segja, fólki í rosalegum hitta og eitthvað svona, þetta er svo bara, þú veist, það geti einhver þú veist, hlusta á mig og hann geti bara, þú veist, hann á ekki að taka mig bara á face value, þú veist, hann verður bara að mæta og svo verður hann að fylgjast með mér og skilur á ávíkstunum skilur þið þekkja á. Já. Það er ekkert mál að tala good game, sko. Nei. Jú, það er alveg mál. Já, en ég meina, þú veist, það er ekkert með við það að walk the walk. Nei, svo er það. Sérstaklega þegar menn er að taka verða háflegir, sko. Já. Við ætlum að fara aðeins og færa okkur yfir í ætlum við handritið? Breiðholtið. Hvað er klukkan? Við erum að fara í spurningu 2. Við erum komin í að sprengja metið. Já, metið er 3,5. Hannes Þór Halldórsson. Já, við erum létt. Já, easy. En þú voru komin heim fyrir klukkan 2, við lofum því. Nei, ég fer ekki heim. Ég var einmitt að tala við Gunnar smá ráðan, hann var að segja það, sko, að heimsmetið er 50 klukktímar. Í hlaðvarpi. Já, ég var að stríða honum á hann, ég sagði að þér finnst ég svo skemmtilegur með mig í 4 tíma. Já. Því að hann kallaði mig montnasta mann í heimi. Já. Hún fannst þú alltaf ekki leiðilega það, hann gæti verið með þér í 4 tíma. Sko, já, mér langar að fara... Hún finnst hann líka sjálfur rosa skemmtilegur. Já, alveg röflar út í eitt. Já, hann hefur verið með 4 tíma podcast 1, sko. Já, við ætlum að fara aðeins yfir í Breiðholtið. Það voru margir búin að senda þetta á okkur fyrir þátt. Auglýstuðu að ég var að koma? Já, við gerum það. Við auglýsum að allir gestir séu að koma og það var að því að Brynja spurði mig af hverju er það að fá mig
og þá sagði ég sko að því að við erum síðasta hlaðvarpið sem hann fer í, hann er búin að fara í öll önnur en líka því að voru mjög margir búin að benda okkur á að fá hann og hér er hann og það er veistla so far. Heldur betur. Við ætlum að færa okkur hans yfir í Breiðholtið og hann var í góðu viðtali hjá kollega okkar Snorra Másinni sem nú er þingmenni miðflokksins. Vinnur hann er mjög góð vinnur okkar. Já. Og bara algjör toppnáðingi og standa sig vel í stjórnarandstöðu. Sko það sem rættir stöðuna í Breiðholti í þessu viðtali og ég held einhvern veginn að við Leifur í okkar Fílabeinsturni erum kannski ekki jafn vel að okkur og þú, það sem þú bara andar Breiðholtinu að þér. Sko heldur að fólk bara almennt, bara eins og við Leifur eða einhver annar, séu að átta sig almennt á stöðunni sem er í gangi núna í Breiðholtinu? Nei. Það er búið að vera eitthvað í fréttum en ég held að allir séu bara einhvern veginn að hugmynda af sér. Nei. Bara ekki hugmynd. Nei. Hver er staðan í Breiðholtinu nú? Ég veit það ekki. Þú veist, ég bara með einhvern svona, ég er með eitthvað smá sýn úr þessu. Já, viltu deila þeirri sýn? Já, ég meina, þú veist, hvað er ég að sjá? Þú veist, ég er að sjá töluverta hóp, til dæmis bara svona, ég bara taki þetta random, það eru bara krakkar sem að mæta á æfingu og þú finnur það, sko, að ástæðan fyrir því að þau mæti ekki aftur bara, þau eru hrætt við að þurfa að borga, þó þau þurfur ekki að borga hjá okkur, sko. Já. Veist, og ég er með krakka sem að ég er með stelpu sem er 12 ára gömul sem að kemur frá erlendis frá, það er að passa mig sko og fætt uppalinn og ég get ekki átt í samskiptum við hann á íslensku. Ég fór inn í Þú getur ekki átt við hann að samskipta á íslensku, hvers vegna er það? Bara tala ekki tungumál. Hún talar ekki tungumál, nei, ok. Já. En hún er búin að búa hér alls enn tíð, ok? Já, og ég held fyrst að hún væri stúpid og hún er bara mjög klár og frábær, sko. Og svo er náttúrulega bara annað, sko, og það er það, það er rosa mikið, sko, stjórnmálamenn eru alveg vibbar þegar kemur af Breiðholtinu. Þetta er vibbi, sko. Þú veist, já, bara allir tilbúnir að þú veist, fara í tölfræðina og tala þetta og svo bara þegar að best heppnaðasta verkefni í sögu Breiðholtsins síðustu 30 ári nýja verkefni, það er ekkert verið svona flott gert. Nei. Og það þið getur bara mætt á morgun og séð þetta og tala við fólkið og tala við þjálfaranum í 10 stelpur að þjálfa og og það bara við fáum zero stuðning og, og við erum ekki að biðja það sko. Ég held að vera að hrósaði bara þegar Breiðholtið var byggt upp og ákveðið að fara í það var alveg gott að byggja upp. Það var bara byggt upp nýtt hverfi skilurðu, og það, en svo kannski bara hafa stjórnmálamenn verið horfa á þetta sem eitthvað olnbogabarn. Já sko, ég náttúrulega er alveg upp hana og það er náttúrulega þetta er stæðsti hluti Reykjavíkur sem er með svona félagslegar íbúðir og það sem gerist náttúrulega og svo er þetta eitt sko að það má ekkert tala þetta. Veistu, ég er alltaf bara, hvað þrolli er í gangi hérna? Þú veist, heldur að fólk viti þetta ekki. Það viti þetta allir. Það viti þetta allir og svo er bara málið að ég er að tala við grjótharða breiðhildinga sem eru sko svona síðustu móhikanarnir í hverjunu sem eru bara að pæli því að koma sér í burtu til dæmis leið og þeir fara eignast börn. Já. Því að þú ert með og þetta er bara sem fólk er að segja þannig að það er verið að tala einhverja fjölmenningu, þetta er ekki fjölmenning. Nei. Þú veist, og svo er þetta bara þannig, þú veist það, ég meina fjölmenning á Íslandi í Breiðholtinu, hvað er það? Það er allir bara á internetinu, það er allir að gera sama hlutin sko, og svo er kannski mismunandi, þú veist, einhver tónn í þessu, svo fara allir í sama skólan og eitthvað og svo er náttúrulega bara áhugavert að tala við lögregluna, þegar lögreglan segir við mig, bara keep going, þetta er verra en þú heldur þetta sé og þú hefur að lýsa í podcastum og eitthvað svo leiðis. Og svo eru kennarar að koma til mín og ég er með 5 kennara sem að sko tala á skjön við til dæmis eitthvað sem skólastjórnendur vilja ekki gangast við og vilja gera lítið úr og ég náttúrulega, ég er ekki inn í skólanum, ég er bara, þú veist það sem kennarinn er að segja og ég hef enga ástæðu til þess að rengja þá og ég held að ráin sé, og ég held ekkit það, ráin er bara ógeðslega lág. Og ég veit ekki hvernig hún er í skólakerfinu beint, en þegar ég
þegar ég tala við þá sem eru að pæla þetta varðandi sko krakkana í íþróttum að þá einkennist þetta dálítið að því að mjög áhugavert þegar við vorum að fara inn í Austurberg að þá var borgin eða einhverjir hjá borginni eða eitthvað neina að reyna að henda inn einhverju nýju verkefni að því að sko það hefur verið keyrð stór verkefni á staði í Breiðholtinu gegnum tíðina og þau hafa öll floppað bara big time þú veist, svona þessi stóru sem var auglýst. Nú ég ekki að gera endilega lítið úr það, sko, svo fullt af fólki sem að vinna í hverfamiðstöðinni og að vinna í félagsmiðstöðunum og að vinna í skólanum sem eru sko, þú veist, þetta eru algjörði englar og þau eru að lyfta grettistæki en það engin svona stór prógram sem einhvern veginn keyrð í gang þar sem að þú myndir segja svona já, heyrðu, nú fá krakkarnir loksins sambærileg tækifæri og krakkar í öðrum hverfum til þess að auka virði sitt að því að ég alltaf að pæla í því þú veist, þegar einhver orðin 16 ára gamall hann þá bara 2-3 árum á eftir öllum hinum, sko til dæmis í íþróttum og það náttúrulega það sem ég skil leiknir sko, enda búin að í fótboltanum enda búin að standa sig sko mjög vel og og þeir eru alltaf að koma með einhverja drengi upp og en sko þáttaka stúlkna í íþróttum hefur sko, mér var tjáð að sko þegar þetta mælt í frístundastyrkjum og þessi 17% þáttaka stúlkna sko, frístundastyrkirnir þegar við fórum inn fyrst, frístundastyrkirnir eru reyndar meira að nota en þú getur nota frístundastyrkina til dæmis bara í pólsku skóla eða eitthvað svoleiðis og já, og svo bara kemur borgin og segir eitthvað svona, heyrðu og ég kunni ekki alveg við þetta sko því að í dag hugsa ég að þeir eru það verið að afsaka sko máttleysi borgaryfirvalda og svo það líka bara málið hvað á borgin að geta gert annað heldur en að styðja við einhver svona grunnþjónustu eða styðja við einhver svona verkefni og svo getur bara vel verið að borgin sé bara búin að segja bara já við nennum ekki að starta einu verkefninu eða fara að styðja að þennu því að þetta hefur aldrei gengið og eitthvað svona en við sýndum fram á þetta, þannig að við erum komið track record, þannig að það ekkert sem ætti að stoppa okkur og þá var keyrt á stað eitthvað sem heitir hlustum á hverfið og mér fannst þetta fáránleg pæling og þeir voru eitthvað svona, já, við gerðum skoðanakönnun og komumst að því að það er einhverja íþróttagreinar sem að útlendingarnir vilja og það er ástæðan fyrir því að þetta er búið að vera svo léleg þáttaka og ein af íþróttagreinunum voru kung fu og ég alvöru það var tekið pláss þegar við vorum fyrir kung fu, er það fólki frá Asíu? Já, þau vilja kung fu. Þú veist, maður er bara svona, hvaða djók er þetta? Þannig að ég hef alltaf vitað það. Ég fór á Akranes, það var engin körfuboltamenning og allir í fótbolta og það er einhvern veginn að segja, já, hér er bara kúltur fyrir fótbolta en ég veit bara að þegar stígvélin kom á jörðina og hjörtun mætast að það er það sem skiptir máli og það er það sem krakkarnir fíla. Hvað áhaldið hver knötturinn skiptir engu máli. Það getur verið skák, þú veist, svo getur þetta verið listir, þetta getur verið alls konar. Það þarf bara fólk. En málið bara hringdi mér maður sem vann hjá borginni heilengi áðan og ég sagði við hann bara, þetta er bara rétt ári ég kom inn, ég sagði bara, djúvill ertu leiðilegur maður. Hann var bara að hringi mig og röfla í mér hvernig hafi verið að díla við borgina og hvað þetta er allt sálarlust. Já. Þú veist, það er svo borgin haldi í alvöru að þetta gangi út á einhver kerfi. Þú veist, ef ég er að leita þjálfurum, strákar, þú veist, þá er þetta bara, þú veist, ég er alltaf að headhunta einhver talent. Ég er alltaf að headhunta einhvern sem að ég veit að getur náð til krakkana. Þú veist, það er, og hefur áhuga á þeim. Já. Það er málið, sko. En þetta kerfi skilur þetta ekki, sko. Nei. Peiti, virðisaukaskatt skilin. Og ég nenni ekki. Nei, ég skil það vel. Peiti græða þetta fyrir þig. Já. Þeir bara græða þetta. Peiti græða þig. Já, þeir senda bara reikninga græða virðisaukaskattskilin og eru þetta með þetta fallega viðmót. Sko, þetta dashboard. Já, það er, ég elska að refresha línurritið þarna. Þú ert að vinna að fyrirtækja sig gengur vel, sko. Jú, það gengur vel. Búlan. Já, þrittari. 1990 kall fyrir þrittara. Sko, á þessum síðustu vestu. Eins og verðlagið í dag. Nei, ég er náttúrulega að skrifa þetta 1. apríl, þetta lítur að vera hljótaður að hækka. Þetta gæti við eitthvað gabb. Burger, franskar og gós á undir 2000 kalli
og líka, það alltaf ekki lægi sko. eins og ég segi alltaf hambúrgar ekki sama hambúrgar sko. Ný, og Tommi veit það mann varist eftirhermur Subway, hitta, rista eða hrista Hrista ég er svolítið að vinna með það núna að fara í 12 tómurnar bræðing og fara í svarta Doritósi Já, og láta starfsmanni kreista Nei, ég gera það sjálfur sko. Ég sprengi pókan, mil og sáldra svo yfir Já, maður líka að Viktorinn hann sagði, jú, ég veit að þeir eru vinnir eitthvað alltaf Já. en djúsis value, alltaf er þetta jafn gott sagði. Já, ég er líka með eitt í viðbót ég set alltaf Southwest og Osta, það er bara basic svo set ég alltaf eina línu af einhverju aukasósu þannig það er alltaf smá nýtt í hvert skipti Mæli með sterkri búfaló, hún er helviti góð Já, segðu David Jones þeir eru þetta leynitrygg sem að margir eru búin að vera það er þessi nest í Svefnabrygginu sem að einhverja vantar Þetta er þessi auka míla sem kemur heldur langt sko. Fyrir þessi hjónaböndat úti þið viti hver þið eru sem að þurfið henn að nesta Eindaðala myndi ég horfa í David Jones tölunar og fyrir ykkur úti sem að langar líka bara í holt millimál Gefa hann góðan eitthvað í golfpókan sem nastlega inn í vinnudaginn þá mæli ég með því að blanda saman strawberry milkshake og licorice Það er svona eins og skallin að með sko, það er helviti gott sko. Rosalega gott saman, það er eins og malt og appelsín ef það verður brugga á sko og sendur að kalda Frumeri, allir með 4 endistaf Tic-tac og minnum á það að það má fara oftar það má fara okkur degið vilja það sko Já, ég ítti á mína menn í Frumeri út á Granda daginn Já, kannski eitt ég ætla bara að hamla með Frumeri sko, í guðanabænum aldrei kaupa bíl á þess að renna hann gegnum Frumeri án gríns Nei. Bara alltaf að fara með hann í Þetta er góð bústur, já, algjörlega Sko, en hvað finnst þér við erum að tala um Breiðholtið það var náttúrulega frækt vitar sem fór væral við hennan pappa sem var að tala um stelpuna sína hefur þú líka ágjörð þeim þætti sem við verðum að tala Já, og svo er náttúrulega annað sko. Krakkar fóru bara ekki að fara út Já, ég skal segja ykkur eitt ég var mikið að pæli að því ég er svo mikið á Facebook, ég ætla að henda út einhver svona status ég er einhver svona miðaldra kall bara heima í forréttindastöðu Já, svona í forréttindastöðu bara eitthvað að fá útrás á Facebook ég var bara að senda út eitthvað svona Facebook sem er bara svona ég skal bara koma þessi gýr á einum mánuði agavandamálum í Breiðholtsskóla Já, hvernig þarf að gera það? Hvernig ætla ég að gera það? Bara hætti þessu kjaftaði það er bara afleiðingar hérna skiljið það er bara skammakrókar og allir skrattir sko. þú fer þarna og þú fer hér og það þarf bara að taka á þessu liði getur ekki Reykjavík og svo náttúrulega annað veist, og æginn gengur ekkert bara út af það að þú mætir hérna eitthvað og disciplin er allt í drasl þú þarf náttúrulega bara þú þarf líka bara að kynnast krökkunum og ég er ekkert að segja að fólki sé ekki að gera það og svo náttúrulega er annað í þessu sko, sem að sko er alltaf rótin að þessu öllu það eru djöfis fóreldarnir þetta er vendaðisti hópurinn í íslensku samfélagi í dag vendaðisti hagsmunahópurinn sko. og 20% af þessu liði á að fara í einhverja ófrjósemis aðgerð sko. Ég held sér fleiri er það Nei, 20%. Já, hann er búin að taka þetta saman. Önnur spurningan til að í framhaldi hver heldur að þróunin verði í Breiðholti ef ekki er gripið inn í? Ég var bara að fara að krakka þetta hérna með Breiðholtsskóla hérna. Þú er búin að svara svo mörgum spurningum við það sko. Hver heldur að þróunin verði ef ekki er gripið inn í og hvað er þetta að gera til að snúa stöðunni við? Fá Brynjar við flagskipið og græja þetta? Hvað segirðu? Bara fá Brynjar að stýra skútunni. Segðu þetta aftur, ég datt út hérna. Hver heldur þú að þróunin verði í Breiðholti ef ekki verið gripið inn í og hvað er þetta að gera til að snúa stöðunni við? Sko, ég held að sé engin limit fyrir því hvað botnin er í þessu sko og það er engin limit heldur, þú veist, þetta getur farið bara í allar áttir miða við hvernig borgaryfirvöld eru til dæmis að taka á því sem við erum að gera núna þá erum við að fara til helvítis með þetta bara eins og til dæmis hvernig við erum að díla við okkur þá erum við bara fucked strákar það er bara þannig að því að þá er það á hreinu að þetta er kólspilt og það eru svo mikil óheilindi í gangi þarna að sko það mun yfirskrifa allar lélugu playbækurnar sem menn er að keyra til þess að koma þessi gýr. Já. Þú veist, þá er það eftir. Þú veist, eitt er bara get your shit together, fáum bara smá integrity í þetta hérna og svo verður vandamálið aðferðirnar og við erum ekki einu sinni með sko siðferði í lagi þarna. Nei.
Við þurfum ekki einu svona pæli aðferðafræðinni strax. Nei. Það er mikið, pottarnir eru allir brottin hana. Já. Þetta er fáránlegt og þetta skuli, sko, vitið þið, það eru 20 og eitthvað ár síðan að ég man eftir því að það var svona concentrated effort í gangi það að byrja að virkja Íslendingavelendum uppruna og eitthvað svona. Já. Það er bara, og ég er með krakkana, svo ætla ég að vera með, sko, svo er ég með hérna, við erum með fundin okkar, þú sást þetta, við erum með fundin okkar á göngunum. Ef ég held 30 mínúna fund, þá erum við trufluð, sko, örugglega 12 sinnum af einhverju sem að labba þarna á milli. Þú veist, og hvað eru við að gera? Örugglega eini klúbbur á landinu sem er með, sko, heimanám, heimspeki og hugarþjálfun og hérna vídeófundi og allt þetta fyrir bara 8 ára og uppúr. Og þetta er frábært tækifæri til að sitja með krökkunum og einmitt eins og ég verið að segja hérna, kenna þeim allar leksíurnar og ræða við þau og fá hann tíma og svona, þú veist, þetta eru langdýrmætustu tímarnir, þarna sko, Jesús minn hvað ég get heila þau í liðið þarna, sko. Já. Þú er búin að heila þú mig inn í kvöld, sko. Já. Ég bara heila þú þetta allt. Heila þú þetta er frábært orð, það er þú skítun út úr haustum á þessu liði. Já. Frábært þvottavél sem út með henni höndum í kvöld. Við erum bara hérna, sko. Já. Sko, það er eitt annað, sorry ef ég er að venda. Og veistu það, og fólk ætti það að búa þetta til og ég er að hvetja hérna yfirvöld til þess að segja bara, ok, fylgist þið bara með þessu. Þú sendið þið bara, ráðið einhvern annað og fylgist þið bara með barnafantinum, go to work, þú veist, og það mun allir falla fyrir þessu, það mun einhver segja bara, djöfull hann harður við foreldrarna, því ég er algjör foreldrafantur, sko, og krakkarnir eru aldrei vesinn, ég er búin að móðga foreldra í bílförmum, og ég hef zero tolerance fyrir einhverju liði sem er ekki tilbúið að leggja hart að sér eða mæta hérna, krökkunum sínum þú veist, í einhverju svona prógrami eins og við erum að keyra þetta og ætlar að fá einhverja sér þjónustu eða ætlar að fórnarlambsvæða barnið sitt eða ætlar ekki að taka þátt í því að þú veist, aðstoða krakkan ef hann er með einhverja félagslegar áskoðanir og ætlar bara að láta mig en einhverja aðra að taka þetta. Skil ekki hvað að fara, þú veist, tilætlunarsemin og ruglið sem er í gangi þarna og þú veist, þetta er rosalegt og svo ertum við náttúrulega meðfullt af íþróttafélögum að núti sem verji ekki þjálfarann sína og þess vegna verður bara til kynslóð af bara svona meðháðum hrættum þjálfurum sko, sem á endanum náttúrulega fara bara í það einhvern veginn að vera sikta út talentið frá unga aldri sko. Ég nefnilega þjáning maður gleymir stundum að við erum að tala körfubolta sko. Þetta er bara sama en ég ætla að segja, ég er þjáningabróðið Brynjans þegar að þessu kemur og ég þjálfaði skák í 10 ár og það sem að mér fannst áhugaverðast er þegar ég flutti til Ástralíu að kenna þar í 1 ár var að foreldrar eru sko, 20%, ég myndi segja foreldrar eru, það var svo oft sem að foreldrar voru að draga börnin sín niður og leyfðu þeim bara ekki að blómstra og mér fannst oft eins og ég var frekar að þjálfa foreldrarna heldur en börnin þannig, og það sem mér var svo áhugað sem Ástralinni gerðu sem þetta hrósaði fyrir þegar voru æfingar þá var bara að loka og læst hurðinni sko. Foreldrar mætti ekki fara æfingar svo sjáum við fótboltaæfingar á 7., 8., 7. flokki og svo sjáum við fótboltaleiki og þá er þetta allt bara einhverju brjálaði foreldrar ég fór að hugsa bara, ég held að Ástralinni hafi gert það rétt, bara að læsa hurðinni bara að leyfum krökkunum að vera ég get aldrei gert það af því að þú veist, þá er ég bara orðin ennþá útsettari fyrir En þetta ekki sammála nálgun eða? Að hvað? Að loka? Já, bara að leyfa börnunum að vera í friði, ekki að... Jú, en málið bara, ég fæ bara ég vil að foreldrarnir sérstaklega til að byrja með mæti og kynni sér það sem er í gangi og sjá þetta og svo til dæmis ég held fundina með krökkunum sem eru bara rosalegir heimspeki fundir. Þeir eru alveg geggjaðir, þeir myndu bara missa andlitið í gólfið til þess að ég glósunar hjá einhverjum 10 ára krakka hjá mér. Og hann skilur ekki helmingina af því sem er í gangi fyrir eftir 6 mánuði. Þá er hann svona aðeins byrjar að fatta þetta og það er verið að fara á dýftina með þessum krökkum sko og ég er alltaf að hvetja foreldrarna til þess að mæta því að þau hafa náttúrulega bara ógeðslega gott að þessu og svo er ekkert mál fyrir mig að halda þeim í skefjum þú fær bara gulaspjaldi og ætla að vera skipta þær af
þú veist að þú var hlaupin á völlin og rétt að litli dúliðin vassbrúsa að því hún þyst, skilur bara, hvað er að gera? Upp í stúku með þig glemtum vassbrúsunum þá verður hún bara að vera þyst núna eða eitthvað skilur, ekki það sko við erum með okkar einn vassbrúsa, en þú fattar hver að fara En ertu með kort í rassvasanum líka? Ertu með annað kort í rassvasanum? Red card Rauðaspjaldi? Nei, að því að sko málið ég er með smá filosófíu bara með starfsmennina mína og foreldrarna mína að ég gefst aldrei upp á neinum ég hita bara undir fólki þangað til það fer skiljiði það svona á ég fullt af heiturum að núti að því að ég bara jobbið mitt ekki að gefast upp á þér en ég ætla að vera svo brutally honest við þig þú veist, ef þú ert komin á einhvern svona stað að því að ég, sko, þú eru náttúrulega átt af því sko, ég hérna í sjálfbáðinu þú veist, ég með fullt af fólki hérna það er bara cut the crap það er bara, ég hef engan tíma og þú ætlar að vera að ræna tímanum mínu fyrir að vera einhver þroskaþjófur eða bara þú veist, einhver vitleysingur hérna sjálfur þá bara tökum við það og hérna og það er hérna sko félagi mínir hafa talað það sko, þar er ég lang hugrakastur af því að svo er þetta bara þannig svo getur bara einhver nafngrind mamma, ég man til dæmis eftir því hvaða ára var þetta var ég var búin að vera í 2 ár það var ein mamman sem var alveg brjáli hún pottet að hlusta á þetta sko takk fyrir að hlusta takk fyrir að hlusta hún alveg 85 84 eftir og hún er búin að í 8 ár, ég finn þetta bara hún er bara með mig á heilanum sko og hún sem sagt skrifar einhvern nafnlausan óþverra póst mig og ég fær hringingu frá dagblaðinu þetta er svona fyrsta skipti sem ég fæ svona alvöru sker og ég hugsa bara shit og ég segi blaðmanni bara hvar á þetta byrtast ég að þú ert hérna framan á Helgablaðinu hérna shit og svo var ég að lesa þetta og þetta var nú ekkert svo slæmt þetta var svona aðalega bara ég kallaði einhvern tímann Suðunes, Subbunes og svo talaði ég hérna eitthvað uppnefndi Garðabæin eitthvað skilur og eitthvað svona veist, ég er bara dálítið þar sko og svo alls konar svona legar það að ég hafi skipt þeim upp eftir ég getu og ekki sinnt þeim og þetta er bara kjaftaði sem að allir vita er ekki satt sko því það er svo mikið af fólki hérna inni og mikið af stelpum sem að voru bara þú veist áttu fyrirfram bara ekki breyk í körfubolta og svo er það bara þannig að að það er einhverju foreldrar sem að fara og tala við blaðamanninn og segja bara ok, ef þetta á að vera nafnlaust að þá komum við bara með okkar sögu og þegar hún fréttir það þá dregur hún allt tilbaka og svo segir blaðamarinn og djefa fyrir að henni hefði líka verið þessi tvísaga stuttu setna þá gerður aðsúra mér í einhverju leika því að þarna var ég með sko stelpur sem að voru að vinna strákana og vinna eiginlega öll strákaliðin og það mældist ótrúlega illa fyrir í öllum kúltundum sem var í húsinu því að maður er náttúrulega ekki að díla við neitt aðra heldur en þeir sem eru í húsinu mér finnst það geðveikt sko. Það voru mömmur að koma þarna fróðu fellandi mömmur strákana og bara hvort mér þætti þetta sniðugt og svo svona þegar þær föttuðu það sko að þær voru svona með fordóma gegn svona sínu kyni og allt þetta og svona að þá þurfti náttúrulega bara að taka mig niður og þá byrjaði þetta mjög snemma að fara að vera eitthvað svona já, hann er nú að beita þær ofbeldi og svo þegar það gekk ekki sko því ég er náttúrulega bara harðu við þær og fólk var ekki vant þessu reyndar ekki að vera í strákamótunum þá var þetta bara allt alveg eins sko þú veist, þá var bara þjálfarinn hlið einhvern veginn og ég er ekkert svona brjálæður í þessum leikjum, ég get sýnt þú veist, það er til svo mikið að mér, en inn á milli þá kalla ég einhverja hluti og þá gerður aðsúra mér og ég var sakaður það að hafa kallað einhverja stelpu í miðjum leiknum tík og ég segi eitthvað, eru þið til að bara kalla á stelpuna og hún segi bara, já, kallaði mig tík og ég segi bara, hæ? Og það vill henni til, ég er alltaf mækaður í öllum leikjum búin að vera það í 10 ár þetta er búið að bjarga mig, bara eins og ég var mækaður hérna þegar ég var sakaður hérna ofbeldi þetta er búið að gerast aftur og aftur og aftur þá fyrir þú í varið já, nákvæmlega, þá var allt vídeóið sett inn með öllu soundinu og öllu þetta sett inn hjá KKÍ fyrir yfir þetta og svo segir bara, það er ekkert þarna og svo veit ég náttúrulega í reikfylltum bakherbygjum við náum honum næst
þeir ná mér aldrei Mission failed, we go again. Já, og það er alltaf nýr og nýr. Mér líður stundum eins og ég sé bara svona einhver dreki og það er alltaf einhverjir réttrúna riddari sem er I'm gonna slay the dragon þú veist, svo kemur bara næsti og situr eftir á nærfötunum. Sko, ég er með eina spurningu að Brynjar, ég er með svo margar spurningar eftir þetta kvöld, sko, en eina segjum að ég ætla að senda unga stráki minn til þín, þegar hann þú er byrjað að þjálfa stráka aftur eftir 10 ár, unga stráka. Og ég get ekki beðið eftir að komast út úr þessu. Já, sko, ef ég myndi segja við sem foreldri, ég ætla ekki að vera þessi toxic foreldri, segja bara, heyrðu, gerða hann að góðum körfuboltamanni, ég var ekki að skrána í Dale Carnegie námskeið, ég þarf ekki eitthvað lífstíðsnámskeið. Finnur eitthvað annað lið? Já, það er bara þannig. Já. Ok. Við erum heldur bara detta mér langar að detta í rittaraspurningarnar. Það eru skemmtilega, það eru innsendar sem sagt frá hlustendum. Já. Og við erum hérna með hlustandi á línunni. Það er þetta Hannes í KK. Við vorum einmitt að opna fyrir línuna, það eru allar rauðglóðandi hérna síðan fyrr. En sko, að hvíslaða okkur lítill fugl fyrir þátt Memphis. Þú hefur náttúrulega verið í ráðgjafastörfum Vestanhafsbæði hann skúpaði sér svolítið eitthvað. Já, var komið að máli með að þjálfa innan Memphis, Kristis? Já, ég átti að vera tekin inn í svona player development, sko í gamla daga var þetta þannig, sko ég var svo mikið undrabarn í fræðunum, að því að ég byrjaði að þjálfa 15 ára gamall og var mjög heppinn, sko, fór í rosa flottan high school og glósaði þjálfaran minn, sko, 17-18 ára sem ég var á þjálfaranámskeiði og hérna þjálfaði alltaf með, sko, ég var landsliðsmaður í körfubolta en hafði alltaf mestan áhuga raunur á því að þjálfa og svo náttúrulega stofnaði ég fyrirtæki þar sem ég fekk tækifæri raunur til þess að vera bara rubbing shoulders bara, sko, fyrir tíma YouTube og internetsins, sko þú veist, þetta var ekkert smá ótrúlegar upplýsingar sem að ég satt á, þú veist, ég var bara innsti koppur í búri bara í alveg tugum sko topp-prógrama og ekki bara í körfubolta, bandarískum fótbolta og baseball og Premier League? Jú, einhver fulltaliðum þar og þeir voru bara allir svo stúpid þar, sko og þú verður, sorry, ég grif hann við Brynjar, en þú verður eiginlega að útskýra mekkan á bakvið þetta prógram sem þú talum, sko. Já, þetta er bara heljarinnar sko, ég lýsi þessu alltaf þannig að ég sem sagt, þegar ég hitti þig sem þjálfara þá ætla ég bara að hjálpa þér að vefja heilan á þér utanum sport-specific þáttinn sem er bara leikfræðan og tæknina og svo reyndar náttúrulega þetta líkamlega atgerfi og svo reyndar bara að halda utanum allar upplýsingar þú býr til sko æfingabanka þar sem þú reynir ert með allar æfingar rosalega vel útskýraðar með myndum og animation og vídeóum og þú getur deilt þessu og að þú býr til tímaseðil að þá getur þú bara þú veist smelt á æfingarnar og þá byrtist þetta á einhverjum tímaseðli og svo getur þú notað sem sagt, ég kenni fólki að búa til svona directory sko, þannig að þú getur búið til þína eigin kategoriseringu, þannig að þú getur verið að reikna út hvað fyrir mikil tími í ákveðna þætti og undirflokka. Er þetta ekki að vera milljónamæringur þessu? Milljónamæringur? Ef þetta er að segja, þú veist, þetta er svo geðveikt konsept sko, að ég myndi að tala um skattsvik, ég sé skattsvik þarna fyrir mig. Já, nei, ég er bara ég er bara skuldlaus þannig séð sko. Já, svo bara er ég ekki búin að fá launaseðil í 6 ár. Veist, þetta er bara þannig sko. Já. Og já, og svo þú veist, ertu bara með dagatal fyrir sko æfingarnar hjá öllum í liðunum og þú ert með alla einstaklingarna þarna inni og næringadagbækur og svo ertu með öll testin og leikreiningu og þetta er bara, þú veist, ef þið væri að koma úr corporate heiminu þá myndi þetta verið bara gæðastjórnun. Já. Þetta er bara svona, skilurðu, ég kalla þetta alltaf coaching organization and management og málið er náttúrulega bara það sko að CRM og styrum. Ég er miklu meiri það sko. Já. Þetta er svona alveg extension of your brain sko, þetta er svona hver er að þjálfa þegar þú ert ekki að þjálfa, þú getur margfalda áhrifin sem þú hefur og kennsluna og skilur þetta alltaf eftir, þetta er alltaf þú þarft að vera rosa agaður en þú þarft að leggja þetta upp eins og þetta verði sko lifetime of observation sko, þetta er bara þú veist, ég er búin að nota kerfi í 25 árum og ég myndi sýna ykkur stöffi sem er hérna inni sko, veist, þetta er alveg og svo þegar ég hef ástæðu til þess að sko kenna eitthvað að þá kenn ég það alltaf inn í skjali. Setur það hverja einustu æfingu að þinn? Hverja einustu æfingu og ég tek upp hverja einustu æfingu þess að ég útskýri hlutina og það er bara hvernig nennur þessu
en pæliði senni því, svo komið þið að þjálfa með mér, pæliði að spara mig mikinn tíma og svo því að, og leikmenninni sjálfur ég þarf ekki að vera að endurtaka mig aftur og aftur sko. Og svo bara allt sem ég get notað til þess að aga sjálfa mig að því að ég fekk styrtarþjálfara fyrir hérna 1 ári síðan og ég að útskýra fyrir honum sko, þetta svona leið fyrir hann líka til þess að sko, skrá öll test og allt sem í gangi þannig að hann getur verið að líta tilbaka og draga scientific ályktanir sko. Skilji hvað að fara og svo getur þú verið að cross-referensa alls konar data, þú getur verið að cross-referensa bara hvað varstu að gera í styrtarþjálfuninni og hvenar varstu að skora best í einhverjum testum og svo heldur þetta utanum sko, þvílík og svona journal og medical information og svo er þetta bara network og allir þjálfararnir geta, ég get stýrt aðganginum sem þú ert með á þessu hjá okkur þannig að þú bara læknir eða bara næringafræðingur eða bara eitthvað whatever, þá getur þú komið inn í kerfið og svo farið aðeins meiri réttindi, þetta er algjörst rugl sko. Og það sem að var náttúrulega bara sko virðið í mér var náttúrulega bara það, ég kunni ekkert að tölfur þú veist, ég var bara skóla allar þess að þjálfara í sko krítískri hugsun og valdeflíkin gekk út á það sko, þetta var svolítið eins og ég væri bara að fara upp á háaloft og bara öllum pælingum og dótið var bara hent einhvern veginn upp á loft og ég bara tók til og setti hillukerfi og svo þegar þú komst upp og varst að skoða hillukerfi þá sagði, hér er einhverju hilla, ég veit ekki hvað þetta er there you go sko, en nú ertu farin að fá svona auka value sem er bara svona masterplan sko. Þú veist, hvað er það sem stjórnar ykkur? Það eru hluti sem þið sjáuð ekki. Þú veist, og masterplan þjónar þeim tilgangi að þú ert að fara inn í tímabil, þá þarfstu að fara í gegnum checklistaðin og þú ert að gera, sko, þú ert að taka afstöðu til þess, eru þetta hlutir sem ég ætla að vinna í? Þannig að ef þú tapar vegna svo varst ekki að vinna í því, þá er það ekki vegna svo vissir ekki af því, þá er það vegna sem að vanræksla. Og ég vil frekar tapa í vanrækslu því að þá veit ég á allavega séns, heldur en bara að það er einhver kategóri sem ég er að vinna í sem ég bara ekki hugmynd að skipti máli í þessu. Og það er það sem að þarf að gera rosa mikið við meirist að mjög marga góða þjálfara að því að þeir geta verið í mjög mikill í ómeðvitari hæfni og ef þú ert í ómeðvitari hæfni þá er erfitt að fylgja þér fattur hvað að fara að því að þú veist ekki hvað það er sem þú ert að gera vel og það er svona skilur ekki þjálfara getur notað þetta prógram já, ég meina, þú getur notað þetta í skákinni leikandi Má ég spyrja einu og þetta er mögulega ósangjöld spurning sko, en ég ætla bara að vera harður hérna. Við erum 2 tímar inn eftir dark, ég ætla að vera smá harður hérna, sko að því að mér finnst ég vera að tala bara við eitthvað mesta frumkvöl og eitthvað besta þjálfara, ekki bara körfubolta, ég þekki enga körfuboltaþjálfara sem að við höfum tekið viðtal marga þjálfara og það, ég er rosalega impressed af þessu kvöldi. Þú ert að drekka kúliti? Ég er að drekka kúliti og ég er í þvottavélinni sko, en ég velti fyrir mér sko Já, er þetta svona plus mínus plus aðferðin? En svo horfi ég á töfluna í bónustelt kvenna og þeir eru á neðst. Hvernig stendur það því? Bara vorum ekki nóg góðar. Já. Og ég náttúrulega sko, ég með alveg afsakanir alveg í bunkum sko. Ok. Þú veist? Ég er til í það sko. Já, fyrsta afsökunin er náttúrulega bara ég ofmat sjálfa mig. Já. Þú veist, ég hélt í alvöru að ég gæti sko haldið þessum hópi uppi. Það sem gerðist var það að sko fyrir að fyrsta náttúrulega er það þannig að ég er náttúrulega bara algjörst eitrað peð inn í hreyfingunni. Já. Þannig að ég fæ enga leikmenn til mín. Nei. Þú borgar ekki laun heldur að einhver? Nei, en ég þurfti að kaupa erlenda leikmenn. Ok. Já. Og ég valdi það sko því að við erum með Unbroken sem er sponsor og svo er ekkert mikið meira svona aðra sponsor heldur en bara fyrirtækin mín. Við erum með svona limited budget sem að þýddi það er raunveru að ég þurfti svolítið að taka ákvörðun og ég taka einu svona Brittany Dinkins sem er að sko messa upp bara deildinni núna hjá Njarðvík. Ég verið með Brittany Dinkins þá var ég bara á góðu róli sko. Já. Og hún er svona endakall sko, hún getur bara klára leikinu og eitthvað og ég hugsaði bara nei, ég ætla að velja nokkrar erlendar sem að ég svona sé að þær eru bara dálítið sefi í körfubolta og ég ætla svo að ég bara þjálfa þær. Og
svo bara gekk það illa og allar nema ein af 4 erlendum því að svo fengum við aðra fyrir einhver aðra, þar komu allar meittar. Já, frábært. Það voru allar sem að fóru meittar af svona það sem við köllum svona evrópsku leikmönnunum sem við fengum inn. Þar mættu með meiðsli og voru með meiðsli. Svo fengum við lúnabólgufaraldur, fengum 8 stelpur fyrir áramót í lúnabólgu sem voru komnar á sýklalyf og það voru 7, ein var með einhverja barkabólgu, ég hef aldrei kynst þessu. Nei. Og 2 af þeim voru bara frá í 4,5 mánuð og á tímabili að þá voru við bara tæpa ná í lið og svo var verið að gaggrina mig í sjónvarpinu fyrir að vera með einhverja svona lestastöða skiptingar og það bara vegna þess að ég gat ekki fengið nú margar mínútur frá þeim, þannig að við vorum ekkert að reyna að vinna leik í einhvern bara góðan slatt af tíma, við vorum bara að reyna að vera ekki bara dæmdar disqualified. Já. Og þetta hafði svona þetta og síðan ofmat mitt á því að ég gæti þjálfað þessar stelpur og ná til þeirra sérstaklega, og þetta var líka annað sem var áhugavert við þetta sko, ég hef aldrei verið með svona, þetta er fyrst skipti sem ég myndi segja ég verið að þjálfa konulið. Og ég var dálítið að átta mig á því að mér fannst bara eðlilegasti hlutur í heimi að fá einhverja stelpur sem að mér fannst vera bara nokkuð sefi, ég ætlaði að fá hann í eitthvað annað hlutverk og átta mig á því að það er ekkert eins auðvelt oft stelpumegin og strákamegin sko, því að þær eru miklu svona meira compliant í mjög mörgu sem þær eru að gera sko, stelpur sem fara í eitthvað svona háskólaprógram að fá bara eitthvað svona ákveðið hlutverk og bara not in their wildest dreams eru þær með einhver svona aspiration það að svona breyka sinn leik eða hafa trú að þeir geti gert þetta því að margar hverjar eru bara búin að fá rosa mikla junk þjálfun. Þannig að það voru ekki rosa margar sko í svona góðu standi til þess að taka við þjálfuninni en ég þarf náttúrulega bara að óna það dálítið sjálfur og ég segi sko að því að tilhneigingin hjá mín er alltaf að segja sko því ég stend mig vel þá er ég alltaf bara look at me, tvillir í góðu þjálfari. Þetta er svona ákveðið dissonance sko. Svo þegar ég stend mig illa sko þá tilhneigingin oft hjá mér að segja bara svona ég er lélega hönd sko. Fattiði mig. Já, þú veist. Það eru fleiri þannig. Já, en svo verða menn náttúrulega líka bara átt að sitta alltaf á því sko, mér finnst þetta ógeðslega fyndið að sko, hvað er spáðfalli. Svo er ég náttúrulega ekki sko, næstu stelpur sem kom upp í klúbbin þegar við förum að vera meittar og svona, þær eru bara 13 ára. Já. Þannig að við höfum ekkert sko þarna. Nei. Og ástæðan fyrir því að ég keyrði þetta upp og setti pening í þetta sem er mjög svona unkarakteristik fyrir mig vegna þess að ég hef engan áhuga á að keppa í Íslandsmótinu í aðkeyptu vinnuafli sko. Nei. Skilji hvað að fara. Af því að þetta er svona, en ég er með stelpur sem eru búin að í raun og veru standa í þessu stappi. Þú veist, voru á Kjalarnesi í 3 ára að spila 3 og 3 bara til að halda sko nafninu og félaginu gangandi. Mér langaði bara svo til þess að þær fengju tækifæri til þess að, og hugsið ykkur, við erum í raun og veru á öðru árin okkar og eru komnar upp í úrvasteld. Og við setjum það bara í pingu samhengi, sko, þannig að það má ekki gleymast. Svo bara allt í einu þegar ég er komið þangað, þá er allir heitararnir bara eitthvað, já, það er nú helviti lélugu þjálfari hérna, sko. Þú veist, með, sko, ef þú berð saman, sko, hindranirnar sem eru settar á okkur, þú veist, fórnarlömbin sem við erum, sko, sem hefur verið að djöflast í okkur og hvaðan við erum að koma, sko, að þá, en svo er þetta náttúrulega bara, ég er bara ungur og óreyndur líka, sko. Þú veist, ég er ekki að fara að falla næst. Nei. Veist, það verður næst? Ég veit það ekki. Ég er bara samt búin að vera svo miklu í þrjóskukasti. Ég er svolítið eins og alkoholisti. Ég er að taka svolítið 1 dag í einu í þessu. Ég er með æðruleysi spænina bara á ískapnum hjá mér, sko. Mér langar svo út úr þessu, sko. En svo er eitthvað í mér sem er einhvern veginn, sko, alltaf þegar einhver er að djöflast í mér, þá er ég alltaf bara, ok, höldum áfram. Höldum áfram þessu, sko. Ég setti það einmitt í póstin fyndu Facebook-póstin minni sem ég var að setja inn áðan. Já. Það er svona lína sem lýsir, eru við ekki vinnir á Facebook? Jú, við erum vinnir allavega. Já, við erum tölvað spyrkis. Leppi, þú eru að atta mér maður. Það er kvelli. Jesus Christ, sko. Þetta er kallt ekki óðumadur. Kem í vara vikunar, þessara viku. Hvað er þetta með hann mér?
Það er álagsmóttan Shit, Cushion Mér Tracks Ég þarf að fara uppfara hana hjá mér Já, þessi er sem sagt 60 sinnum 90 Já, ég þarf 90 aðeins stærri cm Það er aðeins stærri og hún er riffluð með gulri rönd þannig að Já, ok Hvað kostar hún, segir hún er til á lagir og í vefverslun og Ertu með verða á þessu? Já, þetta er 28.950 sko Fyrir álagsmóti? Já, ok Þetta er bara fáránlegt sko Hann er í gjafastöðun Hermann eins og átt Já, þetta var að vikuna hjá Kimi Já Endilega, sko þetta er ekki opinbert en ef þið eruð í Kimi endilega segið að Kata hafi sendt ykkur byggðum Kata afsláttin og hemmi græðir eitthvað gott fyrir ykkur Já, hann mun reyna allavega því að hann er búin að íta þessu verðum eins langt niður á mögulegt Já, hann græðir sína En sko, eitt á meðan ég er að fletta þessu upp hérna að því þá varst að tala erlenda leikmenn ef við förum aðeins á körfuboltadýftina sko, að því við horfum á til dæmis Tóta Turbo, Martin og þessa gæði sem hafa verið að fara út í háskólaboltan Hver er Tóti Turbo? Þórir Þorbjarnar í KR Já, ég veit samt ógeðslega lítið um þetta Já, það er enda kemur því ekkert við en punkturinn var bara að, þú veist, mér finnst menn sem koma frá Íslandi búin að spila fullorðinsbolta þvílíkt góður í körfubolta búin að sinna ábyrgða hlutverkum, jafnvel vinna deildina mæta út flottur, þú verður bara vængskotmaður það er eina sem þú gerir, þú grípir boltan og þú skýtur Er það að meina í íslensku deildinni? Hlutverk, nei, þeir eru að fara út í háskólaboltan og svo kemur tilbaka og þetta er bara skilin af sjálfum sér margir hverju þeir að koma tilbaka og það bara tekur tíma að vinna upp bara allega leika, þeir fengu bara eitthvað hlutverk og syndu því bara í liðinu en ég var svona að spá í því með þessa stelpur sem að þetta er mjög gott observation hjá þér ég vissi ekki ég geti farið með því eitthvað smá pælingar varandi þetta kemur á óvart sko Við erum konum með póstinn Já, hvað stendur þetta neðst sko? Lifi Vóki eða? Vógræningarnir? Nei, já, ég sagði eitthvað hérna Vógræningarnir hafa óvart gefið mér ég segi við þau öll ekki gefast upp, við værum ekki til án ykkar Nei Fattur hvað er að fara? Þetta er svolítið það sem drífur þig áfram þetta drífur mig svolítið áfram sko. og þetta er náttúrulega ástæðin fyrir því að klúbburinn er til þú veist, það þarf þetta þú veist, og þetta hefur bara jákvæð áhrif nema það að ég er hataður, skilur það er eina trade-offið Þú tekur því alveg Já, og ég meina að það er bara oft á tíðum bara rosa mikið meðmæli þegar ákveðin esól hatamann, skilur þú veist, ég er ekki að reyna að öðlast virðingu með fíbla, sko Nei, ef þú verður að tella skrúur í bíku þá verður fára pælið þér held ég, sko Já Með fullu vinningu þegar sem gera það, sko Við erum að detta í rittarspurningarnar Þess áður ætlum við að taka kalda karð Er þetta spurningarnar sem er fengið? Aðsendar, Já, típið tegur spurningarnar því okkur erum falla í dildinni Já, því tók hann að snemma Já, hún var afgreitt Kalda karð Ég heldur að sé svona góður Ég sagði einhverju kaltæni í einhverju sjónvarsviðtali og sagði ég eitthvað svona já, eins og allir vita, ég náttúrulega bara bestið þjálfarinn í Íslandi ég var að vera kaltæðin, sko svo bara greip vísir þetta eitthvað Brynjar Sesar, bestið þjálfarinn í Íslandi og þeir eru náttúrulega búin að sko, mér er þótt þetta pingu gaman, sko en svo kemur mér alltaf á óvart hvað er mikið af svona mikið af þessu sem svona sullast inn í brandið þú veist og ég er stundum bara svona helvitis maður, ég þarf nú að vera aðeins varkárar með það sem ég er að segja, þess vegna er ég náttúrulega búin að vera að tala undir rós í þessu viðtali ég vil ekkert eitthvað ég ætla ekkert að provóka neitt Nei, alls ekki En kalda karið ein þægileg, 2 manneskjur lífsega liðnar til að fá þér nokkra kalda með Ég drekk ekki Kalda 0,0 Já, 0,0 Já, sem ég ætla að fá með klaka með Já Ég er svo góð fyrirmynd skilist Já lífs eða liðin Eða kalda Ok, geggjur spurning Hver spurði þetta? Kaldi Þetta er Kaldi sem á þessa, hún er fastur liður Já, þetta er fastur liður Það fá allir þessa, sko Ok náttúrulega fyrsta manneskjan er náttúrulega bara prins Það er prins? Já Damn it Ok Já, skemmtilegt Hver er með á hringborðinu? Ha? Prinsinn? Það er prinsinn, jöfnvel er það góð, sko Þetta, akkur gæti ekki fengið þetta eins og undan Já Það er hlusta bara Já Því að hann er liðinn, sko Hver er númer 2? Það voru að fæla í kemistriðinu, sko
Þú ert ekki að stökkva á MJ? Nei, ég veit ekki að körfubolta göra, sko. Nei. Sólveig Anna. Já, hún er way up there. Ég var einmitt að hugsa að ég var að keyra þetta á hann. Ég var að hugsa bara svona, ég ringi í hana bara. Ég er búin að vera að ná í hana í einhver 3-4 ár, sko. Já, ég líka, reyna að fá henni þáttinn, sko. Já, það. Já, hún bara svara mann ekki. Nei, hún er alltaf cool, sko. Já, hún er svo fucking hörð, sko. Já, hún er svo hörð, sko, og ég er alltaf, og þegar ég var að keyra þá er ég að hugsa bara svona, hvað henni finnst mig? Já. Þú veist, og ég tagga það skiptir máli hvað álið hennar er. Já, ég tagga hana í einhverjum posti, sko. Einhverjum svona Facebook posti, sko, en ég vissi að þetta fór á vegginn hjá henni, sko, en hún veit af mér, sko. En hún er ekkert búin að senda þig. Já, og svo hugsaði ég bara með mér, þetta er ekki allan sem tekur og jarða mig og segi bara eitthvað svona, því að ég er bara algjörlega undir það búin, hún segi eitthvað við mig sem er eitthvað svona blindlið á mér og sko, málið sko, já, og ég, neða, hún mun ekki pakka mér saman því ég mun bara segja, fyrirgefðu, ég set afsökunarböðinni hérna út og eitthvað, þú veist, ég myndi elska að vera tuktað til að vinna, sko, ég er eiginlega að vona það að hún drulli yfir mig eitthvað tíma fljótlega, sko. Já, en það er prinsinn Já, prinsinn og hérna ég veit ekki, og þeir sem eru lifandi í dag þetta er bara svo mikið af fólki maður. Afgerandi svarið er samt prinsinn. Það er alltaf leið að láta það bara standa. Þið verður bara tveir í kaldakarunni. Já. Vá, heilnámi bara er ekki hérna maður. Þetta er svo hérna já, ég myndi sem sagt, þeir sem eru sem sagt, lifandi ég myndi sennilega bara vilja hitta ég ger ekki svo Djúvill er ég ömurlegur. Nei, þú mátt hugsa þetta. Við getum komið eftir þessu. Já, ég sá hvað þetta Já, það er komið rittarspurningum og það er í boði lengjunar og jú, nú geta menn farið að setja blikana. Nei, ég var að hugsa Káir. Ég held að Káir verið flottir í ár. Það er bara seðir blikar og Káir. Aldrei að vita, en þú ert í öllu fæll að stefi Íslands íþróttalíf þegar þú tippar á lengjunni. Rétt. Látum okkur sjá. Fannar Freyr spyr, hvenær sjáum við Brynjar Karl í stjórn KKÍ? Já ég pælti í því, sko. Sko, það er náttúrulega bara þegar að ég fæ bara eitthvað bara ripphypnól á góðu verði skilingst og bara sita í hérna vatnið og þinginu eða eitthvað, sko. Ég meina að pæli í því, sko. Ég fer inn á þing KKÍ núna og ég segi svona sko, að þennan kemur með sko, einhverja breytingu að fjölga í deildinni og það bara meikar sens það eiginlega vita það allir, en við komum með það svo seint að það þurfti að kjósa um það hvort það mætti ræða um það og þingi vil ekki eins og ræða það því að það kemur frá okkur. Nei, eðlilega ekki. Svo náum við einhvern veginn eins og alltaf með einhverjum mafíustöndi að klína þessari breytingu á einhverja aðra breytingatillu. Fattarðu? Og þá er ekkert rætt meira heldur en það. Þannig að hérna, ég held að fyrr frjós í helviti þú veist, snowballs chance in hell að þessi elita, sko, og bara svona þeir sem eru þarna myndi einhvern tímann bara bara láta sér detta í hug. Já, ég verð að spyrja hvernig fannst þér ummælin á nýjum formanni KKÍ þegar hann var að bera saman handbolta og körfubolta? Mér fannst þetta bara rosalega kjánalegt svona fyrsta ræða, sko. Já, bera handbolta saman við rótturhlaup. Já, en skilurðu bara, veist, different strokes with different folks. Mér fannst þetta ekki cool, sko. Nei. Mér fannst þetta ekkert fyndið þetta. Pálmi Þórsson spyr, Akademían á Selfossi, af hverju gekk hún ekki áfram og af hverju er þetta ekki koncept á fleiri stöðum á landsbyggðinni? Hver spurði um þetta? Pálmi Þórsson, hann er mikill körfuboltamaður. Já, sko, máli var náttúrulega að þegar að ég starta FSU, þá er það þannig að ég er náttúrulega bara fullu að markaðssetja og selja og konsulta hugbúnaðinn og við vorum að koma út með það sem við köllum svona intranet útgáfu sem er svona allt svona lanað í drasl og eitthvað smá í skíunum. Við vorum svo mikið á undan. Svo gerist það að ég er að konsulta gæja sem er Oliver Pernell sem var þjálfari hjá Clemson og hann var aðstoðarþjálfari hjá Dream Team sem bandaríska sem sagt ólympíuliðinu
og að hann hefur samband við FIBA af því að hann á einhverju heimsmeistaramóti eða eitthvað og segir þeim frá okkur og FIBA hringir í mig mann alltaf eftir þessu, ég held að það var einhver vinur minn að djóki mér yes, this is innocent love og drama from FIBA já, ég fokkaði eitthvað svona og þetta tók alveg, hann tók no, this is innocent Nei, þú heldur ekki í bara að hætta að fokki mér? Já, ég var bara því Ok að því að sko, ég hafði þurft að hafa helviti mikið fyrir mínu allan tíma þannig mér flogið til hérna Genf og við verðum sem sagt official hugbúnaður hjá FIBA og þegar þeir eru að skoða gögnin mín og svona, þá gæjarna sem heitir Zoran Radovic sem ennþá hjá FIBA sem var point guard hjá silfurliði olimpíuleikum júgóslavneska landsliðinu algjörð legend kall hafði mikið vita á körfubolta og hann sá all gögnin mín og hann sagði bara, hvað þetta? Og svo fór hann eitthvað að garfa í þessu og hann segir eitthvað, ertu hvað þetta að gera? Og svo fór hann að kynna sér þetta endar á því að þeir bjóða mér að búa til allt fræðsluefni fyrir sem sagt FIBA fyrir þá sem vilja verða svona FIBA certified og mér fannst þetta svona pingu svona ego og alltaf borguðu mér vel fyrir þetta og ég kem að sem sagt máli við partnerinn minn og úr því verður að við stofnum Körfuboltaakademíu sem var búið að vera svona blautur draumur hjá mér í langan tíma sko á þeim forsendum að við varum að sko testa hugbúnaðinn í svona networki og þá þurftum við að vera með svona allavega semi-pro umhverfi, styrktaþjálfara nokkra þjálfara hafa ástæðu til þess að vera að gera svona það sem að pro-liðin að gera en ég hafði alltaf haft svo mikinn áhuga á því að búa til prógram og bjóða strákum á Íslandi sem voru undir radarnum svona fatti hvað að fara þannig ég einhvern veginn sem sagt við hendum í þetta og þetta var mega success það var alveg klikka pæli í því ég fór með lið stráka sem eru fættir sko aldrei 16 til 20 ári í úrvalsdeild á einhverjum 2 árum síðan og við heldum okkur upp og hársbreytt frá því að fara í og ég held nefnilega að ég væri að fara að endurtaka það núna ég fann svona að þetta vera alltaf þenni það var bara málið bara miklu auðveldar og ég var alltaf að bera þetta saman að æsa upp strákana það var bara ótrúlegt hvað ég gæti kert á í bótt sko, og það var brútal þjálfunstrákar þú veist þeir ætti að ræða við þá gæja bara sko hörkuna sem var í gangi það sko og allir þú veist þeir vera aldrei sömu menn á eftir og hugsa ykkur, ég aldrei svona þetta endurgjöfin sem ég að fá sko ógeðslega unpolitically correct og grjótharður og military style og allir bara ég guðfæðir barna þessara drengja og þeir eru að hjálpa mér í Aþenu og þetta er svo þegar gert árás á mig þá er þetta bara eins og ísraelska Iron Dome þeir bara skjóta þetta allt niður og verja gamla þjálfara sinni og eitthvað og svo bara mæti ég og hann bara háaldrað gamalt kall og ljúfur og góður og það má ekkert sko Ég hefnilega skildi ekki, þú ert bara ljúfur og góður Ég er fucking nice guy Sammála því Það er bara þetta grínast og og já, og svo er það sem sagt þannig að svo gengur þetta svo vel og ég er alltaf að fá tökum 1 ári viðbót svo ætla ég að taka síðasta árið þá fyrir við upp í úrvalsdeild þannig að þetta var svona og þetta var success þetta fór langt fram yfir björtustu vonir en málið bara ég hafði ekki nógu mikið afsökunum til þess að vera sko og ég er alltaf aðal sponsinn fyrir liðin mín eins eðlilegt og það er Já, eins eðlilegt og það er sko en það eina ástæðan fyrir því að ég þrífst þar vegna þess að þú veist ég er sponsinn sko Já. Þannig að þú veist þetta átti bara að vera 2 ára verkefni og svo fór þetta svona og það er svona í dag, þetta var ekki þá það er oft sem ég sé aðeins eftir því að hafa ekki pælt í því bara hvert við hefum getað tekið þetta sko en þarna var ég strax aftur og ég hringdi til dæmis í öll félögin þegar ég var að rekrúta einhverja stráka og ég sagði við félögin þá áttaði ég mig á tribal kultúrnum í íslenskri svona félagamenningu sko ég hringi ykkur og segir, ég Brynjar, ég er að fara að byrja með svona Körfuboltaakademíu og við ætlum að bjóða strákum sem eru svona undir radarnum og bara æfa við bestu aðstæður og við þurfum ekkert að vinna þetta við þurfum bara að vera með rosa hardcore program og svo er bara málið, strákar ég þarf ekki að vinna
sko ég vil miklu frekar að krakkarnir mínir og svona unga fólki mitt fái bara nógu mikla samkeppni. Ég fær rosalega kikk út úr því að sjá alla bara verða ógeðslega góða og menn verða yfirleitt miklu betri í töluverðum mótlæti. Já. Þú veist, skiljið hvað að fara. Já. Mér drullu sama, skiljið. Ég bara, þú veist, í sjálfur ég einn mesti lúser íslenskara körfuboltasögu. Ég get sagt ykkur þá á eftir, sko. Þú veist, með eitt svona Tate Örlygsson, þá ertu með eitt svona lúser sem Brynjar Karl. Það engin fallið jafn oft og ég, sko. Og þá ég að meina, ég sennilega pound for pound versti íslenski körfuboltamaðurinn. Pund fyrir pund. Pund fyrir pund. Það er að segja, gæði miðað við hvað ég tapa mikið. Þú getur alveg verið með eitthvað svona ógeðslega lélegur. Ég var ekkert ógeðslega lélegur, þú veist. En ég tapaði rosa mikið. Ég var bara, ég var Hermann Hreiðarsson. Já, sérfræðingur að falla. Já, og ég myndi ekki vilja skipta á því fyrir neitt. Bætti það þig? Ekki spurning. Og ég veit miklu meira sko, hvað virkar af því að ég veit hvað virkar ekki. Og svo finnst mér alltaf svo fyndið að sjá þessa gömlu hetju sem alltaf sitja og þylja upp gömlu Íslandsmeistari til henni sem að horfa á þessa gæja sem sita í settinu í bónuskvöld og eitthvað svona. Það var alltaf sagt eitthvað svona 42 sinnum Íslandsmeistari. Já. Þú veist, 19 sinnum eitthvað. Svo myndi ég mæta þarna. Ég var reyndar einn bikarmeistaratitil í handbolta. Ég var einn handboltaleik. Já. Ég var bikarmeistari. 37 ára, 38 ára í meistaraflokki. Í meistaraflokki? Vissuðu þetta? Nei. Jú, þetta var Wikipedia síðan. Hæ? Já. Ég fór inn á, ég held að Wikipedia segir ég hef ekki farið inn á. Ég fór inn á. Okay. Þetta nú hlýtur að vera kapitali út af fyrir sig. Bara örsnögt, hvernig atvikaðist það? Sko, Óskar Bjarni einn af mínum bestu vinum og Valur var búinn að nýta alla svona gömlu hetjurnar og svona retired hetjurnar í eitthvað bjeli, þannig að þeir voru ekki qualified fyrir alið. Svo var eitthvað meðslagsúpi í gangi og þeir voru að fara inn í Íslandsmót. Nei, inn í bikarúrslitin. Og ég var alltaf að rífa Óla Stef með mér að æfa á sumrin, því við Óli erum góðu vinir. Við vorum svona vel aldraðir og ég var að koma mér í form aftur eftir að hafa verið algjör fitubóla í einhver tíma og var alltaf að taka Óla með mér á sumrin og svo vorum við náttúrulega bara alltaf að leika okkur eitthvað að skjóta á mark og dripla á keilur og svo vorum við að lifta og náttúrulega Óli var svo mikið legend á þessum tíma að það kvisaðist á stað eitthvað svona að ég geti spilað handbolta og þá var ég að vinna í því, þá var ég að æfa mig fyrir fjólubláabelti í brasilískri glímu og var með fótavinnu úr körfubolta. Þú veist, og svo þetta bara þannig að Óskar kemur og segir bara, viltu ekki bara spila okkur vanta leikmenn í vörninu eitthvað svoleiðis og ég bara mæti á æfingu og bara kemst í lið. Þetta ekkert mál. Pældu í gæðinu sem fekk skilabóðin, herrið, þú ert flott maður, þú standaði þvílt vel á æfi vettur en Brynjar Karl sem hefur aldrei snert handbolta æfinni, hann í hóp á laugardaginn og þú situr heima. Já, svo þetta náttúrulega með handbolta þannig strákar, því að þið eru skákmenn, þetta væri svona svipað eins og þið verða að fara að spila checkers. Já. Þetta munur og Óskar segir þetta alltaf körfubolti bridge og handbolti í félagsvist Já. Nei, þú veist svo var þetta bara ég algjör vinner, ég er með 100% rekord ég seti ekki einu svona harpiks á mig svo voru alltaf búin að segja við mig að þú vinnur boltan að gefða hann það og ég alveg bara ég ætlaði bara að fara að hamra þessu ég veist bara, það er ekki séns að ég skor ekki í svona leik en anyway, hvað vorum við að tala undan þessu? Hvað ég var mikill lúser, já. Já, akkurat. Já. Og hvað vorum við að tala undan því? Og vorum að tala hvaðan kom þetta? Og þessi þáttur í boði Rítalíns. Já, við erum búin að fara svo margar hringi hérna. Ég held að við byrja á Akademíun og Selfossi uppalega fyrir löngu síðan. Já. Ég held við færum okkur í næsta mál. Lúkas Leó, ég veit ekki hvort þið staðhæfingi eða spurning. Hann segir fæði, klæði, húsnæði. Binni nós. Hæ? Þetta fullir ekki líklega bara. Ég get ekki svarað svo, ég held kannski þetta hefði eitthvað tenging. Klæði, húsnæði. Binni nós. Já. Fæði, klæði, húsnæði. Já, þú... Brynjar átti líklega að botna þetta. Já, þetta er frá mér. Já. Ég er að minnskilda hérna. Halldór Eyjólfsson, mikill káringur. Spyr, ertu til í að þjálfa hjá KR?
Það er toppmaður nú Sko, ég get ekki beðið eftir því að komast út úr þessu. Nei. Ég hata körfubolta. Ég hata þetta, sko. Ég fæ græna bólur, sko. Já. Strákar. Þetta er aldrei Þetta er hreinskili. Já. En hérna sko ég fíla alveg KR, sko. Já, það er eitthvað þarna. Það er ekki margir sem hafa svona Fíla Jakob, hann er að þjálfa þarna. Akkurat, Jakob og Matti. Mér finnst Jakob vera einn besti körfubolta haus sem Ísland hefur átt. Ég bjó í Birmingham í 5 ár þegar hann var að spila í háskóla þar og ég lærði bara körfubolta á að horfa á það kvikindi, sko. Hann er með IQ alveg off the roof, sko. Svo bara málið, svo hann var að spila við vorum að tala um hérna, ég kemur þetta aftur, við vorum að tala um þessa gaura sem eru hérna að koma úr háskólanum. Það var byrjunin sem við vorum að tala um, sko. Eru að fara það langt aftur? Já, ég er bara, þú veist, rítalínu að kikka inn hérna, sko. Já. Og hérna, og hann var þar var hann í prógrami sem var mjög svona intelligent, sko. Og svo fannst mér menn aldrei fatta, ég reyndi að fá hann í FSU. Þegar hann kom heim og spilaði með hérna Jón Steð og ég sagði bara, hvað þú spilaði þessa Princeton-sókn hérna með okkur, sko, sem hann hafði verið að spila og ég var að spila sama shit og hann var að spila í háskóla, sko. Og hann var ekki alveg til það. En hérna, bara gaman. Það er eitthvað við KR, sko. Mér finnst svolítið svona no bullshit þar, sko. Skemmtilegt að heyra. Látum okkur sjá. Þessi er reynda frá mér. Ég ákvaða stingin inn á milli riddaraspurningana. Hvað mennur með riddaraspurningar? Riddaraspurningar, við erum Jazz Dark og hlustendur okkar eru riddarar. Já, því ég var að tala um riddaran sem voru komið að drepa drekana. Já, nei, það er annars. Já, það er svo bara aðrir. Þá fór ég að hugsa um, sko, Don KKÍ-kóti. Þeir eru alltaf elda vindmyllunar. Nei, það er annað. Sko, kvenþjálfarinn, þessi farsæli kvenþjálfari í Bandaríkjunum. Þið fannst ekki mikið til hans koma? Það voru 2. Já, sko, málið bara ég var svo mikið kallremba. Já. Og ég, þú veist, það er alls konar hluti það var sem þú ekki hún á þessum tíma eða eitthvað? Já, sko, ég fór og var í ráðgjöf fyrir Gellu sem er bara algjör legend, bara eitt stæðsta þjálfaranafn ever í kvennakör í Bandaríkjunum. Og það er bara fullt af fólki sem veit hvernig hún heitir Pat Summitt. Og ég var sem sagt sendur til hennar, mér kynnti fyrir henni og ég skammaðist mín alltaf svo fyrir það að ég það var gæi sem var að þjálfa hjá Tennessee á þessum tíma sem Bruce Pearl sem var einhver svona tarfur og ég var svo spenntur að hitta hann af því ég held að hann var einhver gaur, sko, og ég einhvern veginn bara svona bypassaði hana. Þetta er ríkrétt og svo munu körfuboltamenn ekki trúa því þegar ég segi þeim að mér var boðið heim til John Woodens og það var akkurat áhugavert, við skulum tala um það þegar ég var að fara að taka fyrsta gigið hjá hérna Memphis Grizzlies. Við sko John Wooden er? Nei, það er bara gjössanlega frægasta nafn í bandarísku körfubolta og bara jafnvel eitt frægasti þjálfari ever í sögu bara bandarísku íþróttarlíf, sko, og þá er hann 90 eitthvað gamall og ég er sem sagt að vinna með gæja sem að heitir hérna Don Meyer og þeir eru bestu vinir, bestu mátar og hann er sjálfur algjört legend og hérna og hann spurði hvort ég vildi koma með honum, ég man ekki hvar hann bjó einhverstaðar í Kaliforníu einhverstaðar og ég held að hann hafi bara mist algjörlega trún á mér þegar ég sagðist vera að fara til Memphis eitthvað að bralla og ég sagði ég tek hann bara næst, það var 90 okkar gamall, sko, bara þannig að þetta eru svona 2 regret sem ég hef. Ef og hefði? Já, það John Wooden. Ég ætla að henda honum þar inn. Já. Rægilegt, skemmtilegt. Það kom aftur, já, serður í Ítalínu, kickin. Og ég ætla að því að sko, að því að ég kom með hérna, það verður svo góði vinnir, þá ætla ég að taka Pat Summitt líka, hún er líka dáin. Já, tökum það 3. Já. Mjög gott. Að því að þá get ég bara I could redeem myself. Já. Birkir, nema þú sést með eitthvað í blá lokin? Nei, kannski bara ekki bara koma með lokaspurninguna? Jú, endilega. Já, ég ætla bara að spyrja þig Brynjar Karl, þetta búið að vera frábært kvöld. Virkilega skemmtilegt. Hvað erum við hættir? Takk fyrir okkur. Já,
Ég veit verða lélitt hjá mér. Bara 2,5. Já, og við hefum eftir að taka Auglýsingarnar, já. Það þannig að þetta verður 4 tímar. Þarna Það verður lengi að svara þessari síðustu. Sko, við erum að tala Við erum nú að tala hérna við færasta þjálfara sem við eigum hérna á Íslandi. Ertu það, Leifur? Já, Leifur er það, sko. Nei. Já. Ég er náttúrulega ekki búin að þjálfa síðan ég var í FSU. Já, sko, ég þjálfaði náttúrulega stelpur þannig litlu. Það er að þjálfa? Já. Ég er að horfa bara ynglokað líka. Já, ég líti ekkert á þetta eins og ég hafi verið að þjálfa. Ég er bara alltaf einhverju gargi, sko. Já. Einn færasti gargari sem við eigum. Í öllu falli. Ég ætla að spyrja bara eitt ráð til þeirra sem hlusta sem að vilja vera góði þjálfarar. Hvað leksu ertu með það? Já. Hvernig væri bara að benda fólki á að it's not about the X's and the O's, it's about the Jimmys and the Joes, en málið það í raun og veru að öll þessi svona sportspecifika hlutir, sko, þeir eru bara entry level stuff. Skiljiði mig. Þú veist, það það sem kemur í þér að hurðinni. Þannig að þú veist, ef þú ætlar að vera góður, þú veist, já, þú þarft að vera með fæið og allt þetta og svona komast á eitthvað ákveðið level, þannig að þú sért bara gjaldgengur í djargonið og pælingarnar og allt þetta. En svo eftir það, þá er næsta framleiðaraukning í þessu alltaf 100% bara tengt því hvernig þú hefur áhrif á sjálfan þig og fólki í kringu þig. Og þar gera menn rosalega mistök, sennilega vegna þess að þeim mun herra sem þú ferð, þeim mun minna klám verður þetta allt saman, skil ég hvað að fara, þeim mun meira management verður þetta allt saman, þannig að það getur verið sko rosalega erfitt sko að ætla að developa sjálfan sig, sko, þegar ég er að hlusta á þjálfara sem að þú veist, það er áhugavert að fólk kemur tíminn og þetta var svona í gamla dag, menn viss ég hefði áhuga á þjálfun og þá sagði menn svona, já, ertu búin að lesa bókinu eftir Alex Ferguson og ég svona þetta er ekki beint, sko, ég er ekki beint í þessu, þannig að fólk virðist ekki alltaf átta sig á, sko, mununum á því að vera einhver svona manager, sko, sem er bara eitthvað víla og díla og tala við agentana og púsla einhverju liðu saman og svona, þetta er svo ömurlegt, sko, og svo hinir, sko, sem að eru í þessu, sko, er að búa þetta til, sko, þú veist, alkemistarnir, sko, þú veist, breyta eðalmálmum í gull, sko, já, svona gullgerðamennirnir, sko, þú veist, það bara, þú veist, þú færið inn einhvern leikmann, sko, bara you can't make a pig a racehorse, but you can make a pretty fast pig, sko, þú veist, allar þessar pælingar, sko, og svo að því að allt þetta, þú ert að svona challengea sjálfa þig, sko, með eitthvað að reyna að hafa áhrif einhvern í kringu þig og þá þarf alltaf að hugsa svo mikið um sjálfa þig og það er svo mikil ávinningur, sko, en leiðu að komin þangað og verður góður í því að þá ertu ekkit endilega að fara að stíga rosalega langt í svona þessu limelighti og þessum bolta íþróttum sem peningarnir eru, af því að það er bara ógeðslega mikið af, sko, bara spiltu og bara svona óvönduðu svona, hvað maður að segja, svona íþrótta spiriti inn í rosa mikið af þessum klúbum. Þetta er svolítið svipað eins og með það, sko, þegar ég er að konsulta, sko, því nú er ég með stjórnendaþjálfun hérna í Key Habits og það er aldrei komið pólitíkustímin. Þetta eru, sko, 100 manna sem eru búið að fara í program hjá mér í okkurum. Pólitíkustinni taka aldrei program hjá mér. Og svona forstjórar og þeir sem eru með fyrirtæki á markaði, þú veist, þeim meira sem þú ert á markaðnum, þá kemur ekki heldur. Þannig að alltaf þú ætlar að vera í pólitíkinni, þá einhvern veginn svona stendur mönnum ákveðin svona stigð af mér. Að því að menn, sko, því að þú ert ekki dæmdur fyrir það hvað þú ónar skítiðin, skilur, þú veist, ársfjórðungs uppgerið má ekki vera
rautt í 3 ársfjórðunga þá ertu bara farin þannig að það rosalega lítið tolerance fyrir því til dæmis bara að taka skref tilbaka til að geta tekið skrefin áfram þú veist, ég væri líklegur til þess að labba einhvers staðar inn og segja bara, það er bara þú veist, við erum bara að fara að gróður setja allt sem er hérna, bara við erum að jarða þetta allt, við erum bara að fara að byrja upp á nýtt því að kultúrin er svo óþolumóður þetta instant gratification dót og allt þetta, þannig að það er bara svo mikilvægt fyrir þá sem er í þjálfun að átta sig á því að það eru 2 vittir í þessu sko. Það er developerinn og það er managerinn og þú verður einhvern veginn að taka ákvörðuna því að þú getur ekki verið að báðum stöðum þú getur ekki bæði manage að liðinu og alltaf að developa liðið og mér finnst developmentið lang áhugaverðast að því að það er það sem er að fara að auka virði mitt og þar eru raunveruleg virðin og ef við förum með þetta bara á Jesú leveli sko, þá er þetta bara sko ríki drottins er ekki af þessum efnislega heimi sko og og ég er að hitta fullt af fólki, fullt af þjálfurum og fullt af fólki inn í atvinnulífinu sko sem hefur engan tilgang annað en að meika pening eða vinna leiki og þetta eru bara hólar skeljar sko þetta er svolítið þetta er alltaf það sem ég ræði við unga þjálfara sko og þeir skilja að ég veit ekki er raskat hvað ég enda alltaf að tala sko en ég var mjög fljótur að átta mig á þessu sko og ég var svo ánægður ég skildi að átta mig á þessu vegna þess að ég geti húslega ennþá verið að elda einhvern að ég geti hafa lendi á þessari braut sko ég held samt ekki, ég held ég það aldrei meika að vera bara í kláminu sko Nei, verið í kláminu Var Þetta var bara mjög gott Já. Mjög gott Það var bara í stíl við alla þáttin Já, Brynjar Karl Sigurðsson, BKS næst í alnafni minn Takk fyrir kvöldið og takk fyrir komuna og heiður að setja með þér Geðveitt, þetta leið bara eins og 30 mínútur Já, samanlega því Þið fóru nokkru sem á klósettið og allt sko Já, hann var bara að rambla þetta einn Við fórum báðar á sama tíma bara peeing like a racehorse bara Takk fyrir gæla Brynjar, takk hella Takk